621. fundur bæjarstjórnar Reykjanesbæjar, haldinn í Merkinesi, Hljómahöll, þriðjudaginn 7. desember, klukkan 17 hér með settur. Mættir eru bæjarfulltrúarnir Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Baldur Guðmundsson, Díana Hilmarsdóttir, Friðjón Einarsson, Guðni Birna Guðmundsdóttir, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Gunnar Þórarinsson, Margrét Þórarinsdóttir, Margrét Sandes, Styrmir Gauti Fjellsteð og Guðbrandur Einarsson ásamt bæjarstjóra Kjartanum og Kjartasinni og Írisi Andreu Guðmundsdóttir sem ritar fundargerð. Það eru 8 mál á dagskrá þessa fundar en þau eru Númer 1 fundargerð bæjarráðs frá 18. 25. nóvember og síðan 2. desember. Númer 2 fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. nóvember og 3. desember. Númer 3 fundargerð menningar- og atvinnuráðs frá 17. nóvember. Númer 4 fundargerð framtíðarnefndar frá 17. nóvember. Númer 5 fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar frá 18. nóvember. Númer 6 fundargerð barnaverndarnefndar frá 22. nóvember. Númer 7 fundargerð lýðheilsuráðs frá 23. nóvember og síðasti liðurinn á dagskrá, liður 8, fjárhagsáætlun 2022 til 2025 og þetta síðari umræða. Þá göngum við til dagskrár og tökum fyrir fyrsta mál fundarins sem fundargerðir bæjarráðs frá 18. og 25. nóvember og 2. desember. Orðið laust. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir, mér langar aðeins að nefna nokkur atriði hérna og fundargerð bæjarráðs afsakið. Ég ætla að byrja í bæjarráði 18. nóvember síðastliðinn en ég ætla nú bara að stikla þetta svo stóru og það sem svona kannski nýlunda hjá okkur. En það mál sem ég ætla að nefna hérna að á þessum bæjarráðsfundi var ákveðið og samþykkt að öllum í bæjarráði var að gera sérstaka bókun vegna fjölbura. En að foreldrar fjölbura fái sama afslátt hjá dagforeldrum og gildir systkini í leikskólum. Þetta þýðir að niðurgreiðsla Reykjanesbæjar með hverju barni 65.000 á mánuði en hlutur foreldra hefur verið 65 til 70.000. En þetta lækkar verulega vegna þess að við gera þetta til jafns við leikskóla. Þetta stórt og gott mál og hefur mikla þýðingu fyrir þá aðila sem eignast mörg börn á sama tíma. Við vitum að það dýrt. Ég vildi líka nefna í fundargerð frá 25. nóvember. Þar var líka gerð sérstök bókun sem var saðint af öllum í bæjarráði. Bæjarráð hefur verið mjög samstillt í þessu sem á bæjarstjórn en það sérstaklega tekið fram að eftir 18 mánaða aldri þá munu foreldrar framvegis greiða það sama og þegar börn eru í leikskóla. Þetta niðurfelling sem munar tugum þúsunda á mánuði fyrir foreldra og þetta var samþykkt samhljóða af öllum fulltrúum og þetta kostar sveitarfélaginu 17 milljónir króna á næsta ári en ég bara lýsa ánægju minni með samstöðuna í bæjarráði í þessu verkefni og líka sanngjarnt að frá með 18 mánaða aldri gildir að sama hvort barn sé hjá dagmóður í daggæslu eða leikskóla. Á sama fundi var líka samþykkt tillaga að hækka hvatagreiðslur 5.000 krónur sem gerir það að hvatagreiðslur verða 45.000 á næsta ári. Ég vil kannski taka þetta sérstaklega fram hér vegna þess að þetta mjög jákvæð breyting og þarna verið að koma til móts við börn og aðstandendur þeirra en við höfum alla tíð þessi bæjarstjórn reynt að skapa hér velferð fyrst og fremst með börnin í huga. Sama tíma þá var líka ákveðið að veita ungmennaráði sérstaka fyrirgreiðslu upp á 5 milljónir króna á næsta ári og þeim fjármunum verið ráðstafað í einhver þeirra verkefna sem tilgreind voru á fundi
ráðsins með bæjarstjórn 16. nóvember síðastliðinn. Þetta í annað skipti sem við gerum þetta og þegar við tökum saman umræðum bæjarstjórnar og ungmennaráðs þá kemur í ljós að mjög mikið af þeim verkefnum sem ungmennaráð hefur verið að vekja athygli á að þá hefur það gengið mjög vel eftir og á þennan hátt viljum við ýta undir áhrif ungmennaráðs og reyna að vinna áfram í þeirra anda. Ég vil síðan nefna eitt í viðbót sem bæjarráð ákvað síðan 2. desember en á þeim bæjarráðsfundi þá var tillaga lögð fram minnisblað frá Grant Thornton tillögu að eftirgjöf skuldar Reykjanessafna við Reykjanesbæ. Þessi skuld var að hluta til afskrifið í bókum Reykjanesbæjar en ekki hjá Reykjaneshöfn. En á þessum fundi samþykkti bæjarráð að niðurfella þessa skuld alfarið. Hún fer þá úr bókum hafnarinnar líka. Þetta stór skref og þetta uppreiknaður þetta sennilega 4 milljarðar sem þarna eru felldar niður og gerir síðan höfninni þá kleift að halda áfram að standa undir sínum skuldbindingum en höfnin núna öðru hvoru megin við milljarðin í skuldum sem viðráðanlegt en fyrir nokkrum mánuðum síðan þá var sama tala 8 milljarðar. Þannig að þetta stór skref og vil ég þakka fyrir samstöðuna í bæjarráði og sem í bæjarstjórn með þetta verkefni. Kærar þakkir. Orðið laust. Það ekki fleiri sem óskættur að taka undir máls undir Margrét Þórhallsdóttir, gerðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, mér langar að koma hérna undir fundargerð bæjarráðs þann 2. desember en þá kom ég með tillögu að breytingu í fjárhagsáætlun þar sem að það olli mér miklum vonbrigðum þegar ég las fjárhagsáætlunargerð og hvað varðar skerðingar og þar var skerðing á stuðningsóðurræðinu í barnavernd svo kallað tilsjón og mér langar bara að þakka öllum bæjarfulltrúum hvað við vorum samstíga það að þetta færi inn í fjárhagsáætlunargerð. Þarna voru við öll samstíga og allir tóku undir og því ber að fagna. Takk fyrir það. Takk fyrir þetta. Það hafi ekki fleiri kvart sér ljós undir fundargerðum bæjarráðs. Þeir sem samþykkja fundargerði bæjarráðs byrjum að gera merki. Það eru samþykktar 11.0. Þá það liður nr. 2 sem fundargerðir umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. nóvember og 3. desember. Það eru nokkrir liðir af venju sem þarf að afgreiða sérstaklega og í fyrri fundargerðinni frá 19. nóvember eru þeir nokkrir, númer 3, 4, 5, 6, 7 og 10. Og þá teki á dagskrá lið nr. 3 sem fitjar deiluskipulag, orðið laust þennan lið. Þeir sem samþykkja lið nr. 3 beðin að gefa merki. Fyrirgefðu Margrét, ég hélt þú værir að fara að greiða atkvæði með samþykktinni. Gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir, afsakaðu forseti, þetta var algjörlega mitt. Þarna, fitjarnar eru gríðarlega fallið svæði og þetta næri við dálítið stórt svæði, þetta eru ekki bara fitjarnar þar sem að gamla steypistöðin var, heldur þetta auðvitað allt hornið þarna og mikið möguleiki útvistarsvæði og það ber að fagna því að það sé farið að horfa á þetta í heild sinni og við erum með metnaðarfull plön varðandi það hvernig við ætlum að gera þetta. En það sem að vekur, eða eru kannski ekki þannig að við ætlum að lýsa því yfir að við höfum gríðarlegar áhyggjur og við sofum alveg yfir því, en það
þarna líkansræktarstöðin og hótelið World Class. En það eru ákveðin atriði sem að við teljum mikilvægt að komi fram varðandi það og þarf að taka til í þessu samhengi og þess vegna hefur Sjálfstæðisflokkurinn ákveðið að bóka undir þessum lið, meira til þess að hafa það skjalfesta sem við höfum talað áður og að það sé alveg á hreinu að þessi hlutir að við höfum áhyggjur af þeim. En með leyfi forseta þá ætla ég að lesa upp bókunina sem að hefur þegar borist ritara en hún hljóðar svona: Sjálfstæðisflokkurinn fagnar því þegar öflug fyrirtæki eru áhugasöm að hefja starfsemi í Reykjanesbæ. Nú að rísa heilsurækt og hótel á Fitjunum í Njarðvík. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á eftirfarandi. Í fyrsta lagi, Njarðarbrautin nú þegar sprungin á ákveðnum álagstímum, umferðarþunginn slíkur. Starfsemi heilsuræktar hefur í för með sér mikla umferð. Huga þarf vel að þessum málum og finna lausnir áður en starfsemin hefst. Í öðru lagi, Fitjarnar í Njarðvík eru eitt af fallegustu svæðum Reykjanesbæjar. Mikilvægt að hönnun byggingarinnar falli vel að umhverfinu. Og í þriðja lagi, þar sem skilgreind atvinnusvæði eru nálægð fyrirhugaðri uppbyggingu, leggur Sjálfstæðisflokkurinn áherslu á að hugað verði strax að þeim áskorunum sem því fylgir. Og undir þetta rita Margrét Sander Sjálfstæðisflokki, Baldur Þ. Guðmundsson Sjálfstæðisflokki og Anna Sigríður Jóhannesdóttir Sjálfstæðisflokki. Takk. Það hafa ekki fleiri hvassir ljós undir lið númer 3. Þeir sem samþykkt geta lið númer 3 eru beðnir að gera ekki. Hann samþykktur 11-0. Þá það lið númer 4 sem Völuás númer 2, stækkun og byggingarreit, orðulaust. Það enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 4. Þeir sem samþykkt geta lið númer 4 eru beðnir að gefa merki. Hann samþykktur 11-0. Þá það lið númer 5 sem flugvelli 10, auki byggingamagn, orðalaust lið númer 5. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 5 eru beðnir að gefa merki. Hann samþykktur 11-0. Þá það lið númer 6 sem Borgarvegur 44, stækkun, orðalaust lið númer 6. Það enginn sem óskar eftir að fá að taka til máls undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 6 eru beðnir að gefa merki. Og hann samþykktur 11-0. Þá það lið númer 7 sem Vatnsnesvegur 27, einbýli í tvíbýli, orðalaust þennan lið. Það enginn sem kveður sér ljós undir lið númer 7. Þeir sem samþykkt geta lið númer 7 eru beðnir að gefa merki. Hann samþykktur 11-0 og þá það síðasti liður í þessari fundargerð sem Fitjabraut 6D niðurrif og stækkun, orðalaust þennan lið. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið númer 10 eru beðnir að gefa merki. Hann samþykktur 11-0. Þá orðalaust fundargerðina frá 19. nóvember að öðru leyti. Það enginn sem kveður sér ljós. Þeir sem samþykkt geta fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 19. nóvember eru beðnir að gefa merki. Og hún samþykkt 11-0 og þá það fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. desember og þar eru 6 liðir sem þarf að afgreiða sérstaklega og það fyrsti liður liður nummer 3 sem Brekadalur 9, stækkun og byggingarreit, orðalaust lið nummer 3. Enginn sem kveður sér ljós undir þessu lið. Þeir sem samþykkt geta lið nummer 3 eru beðnir að gefa merki. Þeir sem samþykkt geta lið nummer 3 eru beðnir að gefa merki. Það vantar allar hendur á loft. Takk fyrir þetta. Þá það lið nummer 4, Hafnarbraut 12, niðurstaða grenndarkynningar, orðalaust lið nummer 4. Það enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta lið nummer 4 eru beðnir að gefa merki. Hann samþykktur 11-0.
og þá er það lið númer 5 sem er Völás 1 og 3, óskum sameiningu lóða undir 1 hús. Orðið er laust undir þessum lið. Því var hafnað, já. Þannig að við erum að samþykkja þá höfnunina. Það er einhver sem vil taka til máls undir lið númer 5, svo er ekki, þeir sem samþykkja þetta lið númer 5 eru beðin um að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0, þá er það lið númer 7 sem er Bólafótur 19, uppskipting á lóð. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið, þeir sem samþykkja þetta lið númer 7 eru beðin um að gefa merki. Og þá er það lið númer 10 sem er Hringbraut 90 breyting á hæðakvóta bílskúrs. Orðið laust þennan lið. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkja þetta lið númer 10 eru beðin um að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá er það lið númer 12 Hólgarður Sigurjónsbakari. Orðið laust undir þessum lið. Enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkja þetta lið númer 12 eru beðin um að gefa merki. Hann er samþykktur 11-0 og þá gefur forseti orðið laust fundargerð að öðru leyti. Gera svo vel bæjarstjóri. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég kem hér upp bara rétt til þess að vekja athygli bæjarfulltrúa á fyrsta máli í þessari fundargerð sem varðar tillögu að deiliskipulagi á Vatnsnesi sem að JES Arkitektar EHF voru að kynna á þessum fundi og vil hvetja bæjarfulltrúa til þess að skoða þetta vel og kynna sér þetta vel. Þarna er að ræða mikla uppbyggingu á lóðinni sem að við þekkjum svona í daglegu tali sem stóra milljón og að mínu mati ljóst ef af þessu verður sem við náttúrulega reiknum með á vonum að þá mun sveitarfélagið þurfa að bregðast við til dæmis varðar fjölda plássa í leik- og grunnskólum því að það er farið að fjölga verulega íbúðum á skipulagi austamegin Hafnargötu og það er Myllubakkaskólahverfið sem að sinnir því eins og skipting skólahverfa í dag og það er annaðhvort að endurskoða þá skiptingu svona einhvern tímann í framtíðinni eða að stækka skólann. Þannig að ég langar bara að vekja athygli á þessu. Takk fyrir þetta. Orðið laust Gunnar Þórhallsson, gerð svo vel. Virðulegi forseti, ágætu bæjarfulltrúar og gestir. Mig langar aðeins til að koma inn á það sem að hér var rætt í sambandi við þessar byggingar sem að verið er að tala á Fitjum. Koma þá inn á það sem að Margrét Svandís var að tala Staðan er sú að vegakerfið er þegar sprungið. Njarðarbrautin er þannig stödd að ef menn ætla að komast inn á brautina klukkan 8 á morgni, þá tekur það svona það byrja korter. Því það er mikil umferð. Og þannig að ef að fara í þessa framkvæmdir þarna, þá er nauðsynlegt að annaðhvort setja hringtorg þar sem að það er hægt og eða þá að tvöfalda brautina. Annað kemur ekki til greina. Það er verið í raun og veru að sóa tíma fólks og orku. Þannig að ég get ekki séð annað en að það þurfi að taka á því máli, þar að segja gatnakerfinu á þessum stað. Það hafa ekki fleiri hvassir ljósu undir fundargerð umhverfis- og skipulagsráðs frá 3. desember. Þeir sem samþykkja þetta fundargerðina eru beðin að gefa merki. Og hún er samþykkt 11-0 og þá er komið að lið númer 3
sem er fundagerð menningar og atvinnuráðs frá 17. nóvember. Orðið laust, Friðjón Einarsson gerir svo. Forseti, kæra þakkir, ágæti bæjarfulltrúar og gestir. Mér langar svona aðeins að stikla á stóru á síðasta fundi menningar og atvinnuráðs. Þetta var stór og langur fundur og vil byrja því að segja að samstarfið í þessari nefnd hefur verið til fyrirmyndar, þessu ráði hefur verið til fyrirmyndar og góður andi og það kannski sést í þessum fundagerðum. Þetta er stór og mikil fundagerð en mér langar aðeins að nefna nokkur atriði hérna, sérstaklega kannski fyrsta annan lið sem er atvinnuleysið en við stöndum ennþá í rétt undir 10% í atvinnuleysistölunum og það þýðir 1100 manns eru atvinnulausir á Suðurnesjum. Og kannski það sem athygli vekur núna er það að skammtíma atvinnuleysið hefur aukist aðeins meðan að lengri tíma sem hafa verið lengur á skrá hafa verið að fá vinnu. En þetta er þó gríðarleg breyting frá því sem áður var þegar við vorum í kringu 26% atvinnuleysi. En betur má duga skal og vonandi tekst okkur að halda áfram að minnka þetta með hækkandi sól. Áfram er unnið að flegi ferði að gera atvinnuþróunarstefnu fyrir Reykjanesbæ í samstarfi við marga aðila og það var nýlega haldin málstofa um verkefni sem voru svona sjávartengt verkefni, sjávartengt tækifæri og þar hafði við nokkra góða gesti eins og hafnarstjóran Halldór Karl Hermannsson og Lúðvík Börk Gunnarsson og Ingvar Eyfjörð sem voru með framsögum tækifæri og ógnanir í sveitarfélaginu. Áfram verður unnið á næstu mánuðum í þessari stefnu og vonandi tekst okkur að klára atvinnuþróunarstefnu fyrir sveitarfélagið sem verður þá kynnt sérstaklega hérna fyrir bæjarstjórn. Mikið var rætt þróunarreiti eins og okkur er kunnugt að þá höfum við þegar óskað eftir samstarfsaðilum við að þróa svæði í kringum Dráttarbrautinni í Keflavík og við vitum að framöndan eru fleiri reitir sem við ætlum að taka upp og leita að samstarfi og menningar og atvinnuráð bókaði sérstaklega eða leggur áherslu á það að þróun þessara reita verður að gera sérstökum verkefnum þar sem áherslu verður lögð á áhrif þeirra á mannlíf, menningu og verslun. Þetta er spennandi framöndan hjá okkur og gaman að sjá hvernig til tekst. Vanda þar til verksins og tel ég að það hefði verið gert í þessu verkefni. Nú, markastefna er eitthvað sem við höfum ekki haft mjög formlega eða faglega í gegnum tíðina en nú er verið að bæta úr því og þessi markastefna er sérstaklega gerð til að bæta ímynd Reykjanesbæjar og eins og þið vitið þá liggur fyrir í þeirri fjárhagsáætlun sem sem verður kynnt hérna eftir að það er lagt til að bæjarstjórn leggi 6 milljónir í þetta verkefni á næsta ári. Þetta er mjög spennandi og nauðsynlegt til að reyna að hafa áhrif á ímynd svæðisins og okkar mati að þá er þetta fjárfesting til framtíðar, ekki síst hvað lítur atvinnuþróun á svæðinu. Bæði fyrir þá sem fyrir eru og þá sem hafa áhuga á að koma til okkar. Það eru mörg svæði, skemmtilega og spennandi svæði hérna og sem nauðsynlegt er að vekja meiri athygli á og ætlum við að reyna að setja meiri kraft í það. Nú, vefurinn Visit Reykjanesbær var kynntur með óformlegum hætti. Hann verður klár núna eftir einhverja fáa daga og ég held að hann muni vekja mikla athygli en hann er meðal annars gerður til þess að vekja áhuga á samfélaginu í heild sinni. Síðan tekið fram í fundagerð jóladagskrá sem er í Reykjanesbæ. Ég ætla ekki að lesa hana hérna en það er ljóst að maður má hafa sig allan við að fara á alla þessa atburði. Þetta er ótrúlega kraftur í sveitarfélaginu okkar og hveti ykkur til að njóta jólana með því að heimsækja og fylgjast vel með sem hér er að gerast. Ég vil nefna aðventugarðinn sem er ný hugmynd sem var í fyrsta skipti í fyrra og ég vona að íbúar verði ánægðir með það sem nú er verið að gera í garðinum. Það eru margir áhugasamir aðilar sem eru að taka þátt í þessu með okkur og það voru á 4. tug aðila sem lýstu yfir áhuga að vinna með okkur í þessum garði.
sem er bara frábært og sýnir kraftinn í samfélaginu. Skautasvellið sem var keypt erlendis frá hefur tafist. Það virðist allt hefjast sem þarf að flytja, en vonandi fer það að koma til landsins og hægt að setja það fljótlega upp. Ég vil líka nefna sérstaklega 11. mál. Það eru menningarverðlaun Reykjanesbæjar sem voru afhent nýlega og við öll vitum að það var Júlíus nokkur Rúnarsson sem Guðmundsson sem fékk þau verðlaun, og er ég stoltur af því að hann skulle hafa fengið þau. Hann hefur verið til fyrirmyndar í öllum sínum störfum, hvort sem það er í atvinnulífinu eða menningarlífinu, og er verið ánægður með að hann skuli fá þennan sess. En eins og sést líka seinna í fundargerðinni að þá eru félögin okkar eins og Leikfélag Keflavíkur, Kvennakór Suðurnesja og menningarverðlauna hafi Reykjanesbæjar 2020 og Alexandra öll að gera stóra hluti á þessum síðustu vikum og mánuðum og hvetja ykkur enn á ný að sækja í það. En þetta er stór og mikil fundargerð og ég vil leið þakka ráðsmönnum, kæra þakki fyrir samstarf á árinu. Þetta hefur verið mjög skemmtilegt og viðburðugt að vinna í þessu ráði og er ég stoltur að vera hluti af því. Takk. Það hafi ekki fleiri hvað sem ljósundir Baldur Guðmundsson gerði svo vel. Hæstvirtur forseti og þingmaður, góðir bæjarfulltrúar og gestir. Þetta er svakaleg fundargerð og bara ánægðist að sjá hvað er alltaf mikið líf í bænum, mikið menningarlíf, og svo er líka, við höfum áhyggjur af því þegar þetta fór á stað að spyrða saman menningar og atvinnumál. Það myndi kannski halla á atvinnumálin, en þetta er að þó verið að setja marka bæði stefnu í atvinnuþróun og markaðstefnu sem er bara mjög gott og er hinu góða. Megin verkefni hjá mér var sem sagt bara að koma upp og óska jólabróður til hamingju með menningarverðlaunin. Það hefur alveg bara ræst ágætlega á stráknum, sko. Það hafði ekki mikla trú á honum en hann hefur skilað sínu. Þannig að til hamingju, Júli. Takk fyrir þetta, Baldur. Bæjarstjóri, gerðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Ég kem nú upp bara út af kannski fyrstu 2 málunum í fundargerðinni sem varða atvinnumál. Reyndar er fyrsta máli frestað og svo hefur verið í öðru máli að fara yfir atvinnustölur. Ástæðan fyrir ég kem hér upp er að ég af tilviljun hlustaði á viðtal við forstjóra Icelandair í morgun á Bylgjunni. Það sem var verið að ræða svona útlit næsta sumar og flugtrafikina í vetur og félagið, bara svona stöðun á félaginu, það var ágætt. Og þá kom fram hjá forstjóranum að áætlanir félagsins gera ráð fyrir að farþegafjöldi með Icelandair næsta sumar verði 80% af því sem var fyrir heimsfaraldur, sem er nú talsvert. Hann sagði að það væri nær allur flugfloti félagsins komin í gagnið, þeir væru að skipta út gömlum flugvélum fyrir nýjar og þetta liti allt saman bara ljómandi vel út. Og þá spurði þáttastjórnandinn hann hvort það væri ekkert mál að fá starfsfólk, og þegar gengi svona, þegar væru svona mikla sveiflur bæði milli ástíða og svo núna ef það þarf að bæta við fólk í næsta sumar, og þá sagði hann einhvern veginn efnislega að það gengi vel að ráða flugmenn, það verið nóg til á flugmönnum og það verið mikil eftirspurn eftir að fá starf sem flugfreyjur eða þjónn. En það væri áskorun að ráða fólk í Keflavík, í flugstöð Leifs Eiríkssonar fyrir Icelandair. Og mér fannst þetta sérstakt, verandi hér
daglega með upplýsingar atvinnuleysi sem mikið ennþá á okkar svæði. Svo ég hafði samband við Vinnumálastofnun eða við töluðum saman Aðalheiður Hilmarsdóttir sem að vinna hjá okkur hjá Reykjanesbæ og Vinnumálastofnun, og við ætlum og erum undirbúa það að fara í samstarf með Icelandair til þess að greiða úr þessu, allavega að gera þessu við getum til þess að manna þau störf sem þó í boði, og hins vegar að kom það líka fram hjá Aðalheiði að hún væri þegar komin í samband við aðalverktaka sem að setja í gang mikla framkvæmdir við Flugstöð Leifs Eiríkssonar. Þar verður talsvert af störfum í boði líka, og mér þykir mjög sérstakt ef að staðan virkilega svo að annarkot og við getum eða svæði getur ekki mannað þessi störf með tölurnar eins og það eru núna, eða fólk vilji ekki fara á vinna eða uppfylli ekki kröfur eða skilyrði. Við vitum að það er ekki sjálfgefið að fólk fái heimildir inn á flugverndarsvæðið. Það þarf að bæði að vera með hreina sakaskrá og tala, allavega skilja ensku og geta tala ensku, því að það er máli sem að nota er í fluginu að einhverju leyti. Þannig að það eru alls konar kannski kröfur, en við ætlum að fara vel ofan í saumana þessu. Ég vildi bara upplýsa bæjarfulltrúa það, því að eflaust hafa fleiri heyrt þetta samtal og kannski orðið hissa á því líka miðað við svona hvernig staðan er hjá okkur. Takk. Margrét Sandís Geirsson. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Ég vil taka undir með bæjarstjóra að þetta er ágefni, kemur á óvart en þó ekki. Við í bæjaráði höfum óskað eftir fundi og fengið fund með forstjóra Vinnumálastofnunar og svæðisstjóra, eða þeirri sem er yfir hér, lýsti við þessum áhyggjum, fundi skrítið að atvinnurekendur eru að kvart yfir að fá ekki fólk á sama tíma og það eru einstaklingar á atvinnuleysisskrá. Þannig að hljóð og mynd fari ekki alveg saman þarna, og það þarf auðvitað að greina þetta og áður en farið í einhverjar stórar yfirlýsingar eða fara að garga á torgum og dæma fólk, heldur greina hvernig er fólk á atvinnuskrá, og það þarf miklu betri upplýsingar það fólk sem er á atvinnuskrá. Annað, fyrst erum að tala vinnuafl. Vinnuafl hér á Suðurnesjum, þá vil ég nota það tækifæri og tel mig alveg vera, væntanlega, vonandi, örugglega, innan ramma dagskrár, að það eru bólusetningar hér á Suðurnesjum, og af hverju að ræða það hér undir þessum lið. Það er vegna þess að ég vil skora á þá fáu sem að hlusta og horfa á bæjarstjórnarfundi og á okkur öll að ræða við atvinnurekendur, að upplýsa þá aðila sem að eru ekki íslenskumælandi og eru ekki að íslensku bergi brotin, að aðstoða og hvetja til bólusetningar. Það er sorglegt að vita til þess hversu lágt hlutfall er hjá okkur með við aðra, en ég veit að demografían okkar er þannig að við erum með mikið ungu fólki, en það hefur verið nefnt í umræðinni og verið sagt við okkur að það er ekki að skýra þetta. Þannig að þeir telja að þetta sé þessi fjölbreytileiki sem við erum með hér, og þá er það okkar skylda sem búum hér og höfum búið hér lengi og þekkjum kerfið að aðstoða við það að fjölga og hækka þessa prósentu af bólusettum. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvart sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samtidig geta fundagerð menningar 18. árs frá 17. nóvember eru beðin um að gefa merki. Og hann er samþykktur 11.0 og þá er komið að lið númer 4 sem er fundagerð framtíðarnefndar frá 17. nóvember. Styrmir Gauti, gerðu svo vel. Forseti, ég ætla að fara yfir 2 mál af fundagerðinni frá
fundi framtíðarnefndar þann 17. nóvember síðastliðinn. En undir máli 1 þá kom hún Berglind Áskisdóttir frá umhverfismiðstöðinni á fund okkar og hún kynnti fyrir okkur tillögu að uppbyggingu á leikbraut við Kambi inn í Njarðvík. En þessi uppbygging þá fjármögnuð með hluta af upphæðinni sem var eyrnamerkt hugmyndasöfnuninni á Betri Reykjanesbæ og hugmyndin svo að þessi leikbraut yrði í anda brautarinnar sem var gerð í Njarðvíkurskógum síðastliðið vor. En sú leikbraut hefur virkilega vinsæl frá því að hún var vígð. Þannig að þetta er bara virkilega spennandi. Og undir máli 2 þá kom sjálfbærni fulltrúinn okkar, hún Anna Karin Sigurjónsdóttir, á fundinn og kynnti fyrir okkur ISO 3720 staðallinn, sem staðall fyrir sjálfbæra borgir. En í kjölfarið kom fram sú tillaga að við myndum hætta þáttöku okkur í framfaravoginni sem að framtíðarnefnd tók undir. En eins og kom fram í fundargerð bæjarráðs frá 25. nóvember síðastliðinn þá hefur það nú verið samþykkt. En þessi staðall hann kæmi svona nokkurn veginn í staðinn fyrir framfarvogina og það væri hægt nú þegar að taka upp mælingar í samræmi við þennan staðall án þess þó að fara í gegnum sjálft vottunarferlið. En þessar mælingar eiga að nýtast okkur til að fylgjast betur með árangri af settum stefnum hjá bænum og sem að markmiðum okkar. Og til gamans má geta að Reykjavíkurborg statt í miðju innleiðingarferli á þessum staðli og Kópavogsbær hefur nú þegar lokið við innleiðingun á þessum staðli. Þannig að ég held að þetta sé klárlega máli fyrir okkur. En fleira var ekki. Takk fyrir. Baldur Guðmundsson, gerð svo vel. Já, virðulegur forseti, góða bæjarfulltrúar, ég ætla að taka aðeins þráðinn þar sem hann stýrir með skildi við hann varðandi framfaravogina og þessar mælingar. Þá höfum við bara miklar áhyggjur af því að þessar tölur sem að framfaravogin var að skila okkur væri ekki að nýtast okkur nægilega. Þó þetta var allt góður og gildir mælikvarðar, þá voru of fá sveitarfélög að vinna eftir þessu, þannig að samanburður var erfiðari og svo bara það kostar alltaf að safna þessum tölum og ef við erum ekki alveg með skýran fókus á því hvað eigi að gera við þær, þá betra bara að sleppa því að safna þeim. Og við höfum smá áhyggjur af því, eins og þetta kemur fram í fundargerðinni frá framtíðarnefnd, að leggja niður framfaravogina og taka upp ISO staðalinn. Og þannig var þetta lagt fram í bæjarráði og glöggir áhorfundur og þeir sem fylgjast með núna, þá var afgreiðslan í bæjarráði þannig að við samþykktum að segja upp framfaravoginni en við samþykktum ekki þetta að taka upp mælingar samkvæmt staðlinum. Við viljum aðeins feta varlega til jarðar í því. Það er mjög dýrt að taka upp svona ISO-staðla því að það eru ákveðna kröfur sem gerðar til vinnulags og annars og við erum ekki alveg vissum að við séum alveg tilbúin í þetta og þurfum þá bara að skoða það hvernig gagnaöflun við viljum fara í og hvað við ætlum að nota. Þannig að það bara að því að þetta fer ekki alveg saman sko, þetta bókunin í framtíðarnefnd og bókunin í bæjarráði, hún er ekki alveg samhljóma. Þannig ég vildi bara árétta þetta. Takk fyrir það, Baldur. Styrmi Gauti Geirsvöld. Forseti, bara til þess að halda áfram með þessu umræðu, það sem kemur fram í gögnunum sem að fylgja fundargerðinni, þá hægt að fara og taka upp mælingar í samræmi við staðalinn án þess að fara í gegnum sjálft vottunarferlið. Þannig að það engin krafa það að þú þurfir að vera með staðalinn, þú getur gert sömu mælingar. Þannig að það þarf ekkert að taka ákvörðun það akkurat strax í kjölfari hvort það eigi að fara í það að fá staðalinn eða ekki. Takk fyrir.
fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvatt sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð framtíðarnefndar er beðin að gefa merki. Hann er samþykktur 11.0. Þá var komið að fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar orðið laust. Það er enginn sem kveður sér ljós undir þessum lið. Þeir sem Margrét Sandís gerði svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góði gestir. Það er sjálfsagt að nefna aftur það sem kom fram í bæjaráði varðandi skuldir hafnarinnar og niðurfelling á þeim. Það sem að er auðvitað, það sem við erum auðvitað að vona hér, bæjarstjórn og bæjaráð, sama fólk, að höfnin eigi eftir að vaxa og dafna og gríðarlegur hagnaður eigi eftir að koma af höfninni. Og þá gætu við lent í vandræðum auðvitað með að það myndast hagnaður þar sem á ekki útluta. Og það er auðvitað það sem við höfum verið að hanga kannski í, að við höfum verið bjartsýn og vonast eftir að höfnum fara að skila einhverjum hagnaði. En það ber þó að fagna því að við vorum samstíga í þessu, að fella þetta niður, bara þannig að höfnin fari nú að vera sjálfbær og vex þá og dafnar áfram og það eru gríðarleg tækifæri. Við erum með öfluga aðila, bæði sem stýra þar og líka sem eru í stjórn hafnarinnar og það sem er mjög gott og skiptir máli í svona í atvinnuuppbyggingu er þegar öll bæjarstjórnin er samstíga að styðja við baki á höfninni og við höfum ekki hingað til verið að garga á hvort annað eða að nota þetta sem eitthvað skotvopn á hvort annað. Þannig að ég segi bara, ég fagna því þegar höfnin verið sjálfbær og ég held að þetta skref bæjarráðs og núna bæjarstjórnar sé liður því að gera hana að því. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvatt sér ljós undir þessum lið. Þeir sem samþykkt geta fundargerð stjórnar Reykjaneshafnar eru beðin að gefa merki og hún er samþykkt 11.0 og þá er það fundargerð barnaverndarnefndar frá 22. nóvember orðið laust. Margrét Þórhallsdóttir gerði svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir. Ég kem hér undir lið númer 7 álagsmælingar í barnavernd. Þetta eru sláandi tölur en álag á starfsmönnum barnaverndar eru helmingi meira en barnaverndarstofa telur vera eðlilegt. Tilkynningum hefur fjölgað verulega en í janúar 2021 bárust 60 tilkynningar en í október voru þær orðnar 112. Þetta er því gríðarleg fjölgun og einnig hefur börnum fjölgað. Ég veiti þess að það er unnið að því að leita leiða til þess að minnka álag með margvíslegum hætti. Frá og með janúar 2022 munu 2 stöðugildi bætast við teymi barnaverndar út árið 2022. En bæjarstjórn samþykkti á þessu ári að veita þessi 2 nýju stöðugildi. Á barnaverndarnefndarfundi í gær var þetta mikið rætt og var bókað undir lið álagsmælingar að nefndin leggja áherslu á að gert verði ráð fyrir þessum stöðugildum í fjárhagsáætlun til framtíðar. Allir nefndarmenn voru sammála því. Ég geri því að tillögu minni að þessi 2 stöðugildi verði sett inn í fjárhagsáætlun frá árinu 2023 til 2025. Ég óska að þetta verði bókað. Takk. Friðjón Einarsson, Gissur. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, bara vegna þessara tillögu Margrétar að þá held ég að þetta sé ágætis áminning að við erum að taka til í þessum velferðarmálum hjá okkur og höfum bætt verulega í við barnanefnd eftir mikla skoðun á þessu ári
og höfum ráðið sérstaklega sérfræðinga til að vinna með okkur og höfum síðan unnið eftir niðurstöðum sem þar kom fram. Það er mikilvægt að hafa það í huga að við hefum gengið frá ráðningum til reynslu í 1 ár og það er kannski ágætis áminning hjá bæjarfulltrúa Margréti að við höfum þetta í huga þegar við vinnum fjárhagsáætlun næsta árs og til framtíðar að fylgjast vel með þessum mælingum, þessum álagsmælingum og vonandi tekst okkar að vinna vel út úr því. Þannig að ég vil bara þakka þessa athugasemd og að við tökum það til okkar og skoðum verulega hvernig við viljum halda þessu áfram síðan. Takk fyrir. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mér langaði að koma hérna upp og taka heilsugar undir orð og tillögu bæjarfulltrúar Margrétar Þórarinsdóttur. Ég og bæjarfulltrúar Margrét sitjum saman í barnaverndarnefnd og í gær sátum við 3 tíma mjög þungan fund og í kjölfarið áttum við mjög gott spjall við teymistjóra barnaverndar og við nefndamenn þvert á flokka vorum öll hjartanlega sammála það að þessi 2 tímabundnu stöðugildi sem að barnavernd er að fá núna í byrjun næsta árs og út það ár eru mjög þörf en að þau þurfa að vera meira en tímabundin. Við erum ört stækkandi bæjarfélag og með auknum íbúafjölda þá verðum við að geta brugðist við og veitt þá þjónustu sem að þarf í þessum málaflokki. Það er hreinlega bundið í lög. Og mér langar einnig að nota tækifærið og vekja athygli á nýju verkefni á vegum Geðhjálpar sem að hóf göngu sína í september síðastliðnum. Það heitir Okkar heimur og er fræðsla og stuðningur fyrir börn, foreldra með geðrænan vanda. Það er boðið upp á fjölskyldusmiður einu sinni í mánuði í Reykjavík og eru fjölskyldum að kostnaðarlausu og 18. nóvember síðastliðinn þá opnaði fræðslusíða Okkar heims og hún er hugsuð til að veita börnum aðgang að mikilvægum upplýsingum af fræðsluefni. Og ég hvet fólk til að kíkja á þessa heimasíðu, það er okkarheimur.is. Þessi hópur hefur ofta tíðum verið falinn og ekki fangað athygli starfsfólks í heilbrigðis-, félags- og menntakerfinu og það er þörf að vitundavakning í þessum málaflokki og að minna á mikilvægi þess að þessi hópur, það er börnin, fái stuðningin sem þau eiga rétt á. Og ég hvet fólk til að kíkja á þessu síðan og aftur, það eru góður upplýsingar geðrænan vanda á mannamáli og ýmis annar fróðleikur og munum að geðrænn vandi er ekki tabú. Takk fyrir. Margrét Þórans, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og aðrir viðstaddir, ég vil taka heils hugar undir með Díunu hvað varðar þetta, þessa frábæru heimasíðu sem heitir Okkar heimur. Þarna eins og Díana nefnir, þarna er talað á mannamáli og ég hvet alla til að kynna sér þetta. Þarna eru frábærar og góðar upplýsingar og einnig að fólk er í vanda og á í einhverjum vafa að nýta sér hjálparsíma Rauða krossins. Hann er opinn allan sólarhringinn og einnig að nýta sér spjallið hjá bergis.is. Og ef það er opið frá klukkan 9 á morgnan til klukkan 5 á daginn og eftir lokun þá er þetta að hringja í ákveðið símanúmer. Þetta er bara frábært framtak og ég hvet ykkur til að kynna ykkur þetta. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Margrét. Forseti ætlar að taka nokkra mínútna hlé á meðan hann fær að ráðfæra sig við fjármálastjóra.
Segðu. Einhverju sem að það vantar í 2 stóla. Settu bara afsæki hliðaskiltið aftur á. Og það hafa ekki fleiri hvatt sér hljós en það hefur borist hérna til að fara á bæjarfulltrúa Miðflokksins Margréti Þórarinsdóttur að við framlengjum þessi 2 stöðugildi sem að búið er að ákveða inn á barnaverndarsviðið á árinu 2022 að við framlengjum það til frá 2023 til 2025 og forseti vill leggja það til við bæjarstjórn við samþykkjum þessa tillögu. Þeir sem samþykkja þessa tillögu eru beðin að gefa merki og hún er samþykkt 11.0. Þá er komið að því að þetta barnaverndarnefndar fundargerðir eru bara lagðar fram til umræðu en ekki afgreiðslu. Og þá ágætu bæjarfulltrúar er komið að 7. lið sem er fundargerð lýðheilsuráðs frá 23. nóvember orðið laust. Anna Sigríður, gerðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég kemur undir fundargerð lýðheilsuráðs og fyrsta mál á dagskrá hjá okkur var heilsuefling vinnustaða en við höfum ekki kannað hversu margir vinnustaðir nýja fyrirtæki eru heilsueflandi, svo kallað á vegum embætti landlæknis í Reykjanesbæ en lýðheilsuráð ákvað í samvinnu við Ásdísi Rögnu Einarsdóttur lýðheilsufulltrúa taka þetta fyrir á fundinum og skoða hvort möguleiki væri að athuga hvort að fyrirtæki í bænum hefðu áhuga á að gerast heilsueflandi vinnustaðir eða jafnvel að skoða stofnanir í Reykjanesbæ og lýðheilsuráð óskar eftir því að lýðheilsufulltrúi haldi áfram að vinna að heilsueflandi vinnustöðum og stofnunum og kanni möguleikann að fara af stað með heilsueflandi vinnustað í samstarfi við sviðsstjóra fræðslusviðs en heilsueflandi vinnustaðir eru ætlað til þess að efla heilsu starfsmanna og leggja áherslu á hreyfingu, næringu, geðrækt og að efla vinnustaðinn. Annað mál að dagskrá á lýðheilsuráðsfundi númer 5. Þá fengum við góðan gest á fundin, hana Hilmu Hólmfríði Sigurðardóttur, verkefnastjóra fjölmenningamála og hún fór yfir skýrslu með fundagestum og helstu niðurstöður skýrslunar sem snúa að heilsu og líðan íbúa á Suðurnesjum. Þetta var skýrsla sem var samfélagsgreining á Suðurnesjum sem hét lífsgæði, virkni og líðan íbúa og það voru margir þættir sem að lýðheilsuráð hafi verið að vinna að, sérstaklega í tengslu við
í tengslu við aðgerðaáætlun fyrir lýðheilsu árið 2022 og það voru þættir sem komið fram í þessar skýrslu sem við höfum verið að vinna að og ætlum að efla. Það voru þættir sérstaklega sem snýra að fullorðnum íbúum á Suðurnesjum. Það voru nefnd til dæmis að íbúar Suðurnesjum hreyfast ekki eins mikið og aðrir íbúar á landinu. Mestar reykingar eru á Suðurnesjum. Það voru þættir eins og lítill svefn og fleira sem er akkurat í aðgerðaáætluninni sem við erum að vinna að núna. Þannig að það var kannski ekkert sem að kom okkur verulega óvart í þessari skýrslu þar sem við höfum séð þetta í lýðheilsuvísum frá embætti landlæknis nú fyrr á árinu og það var kannski eitt sem að kom fram í skýrslunni að íbúar á Suðurnesjum telja almennt líkamlega heilsu sína ekki jafn góða og aðrir á landinu. Þannig að það eru margir þættir sem við getum reynt að bæta til að bæta og efla heilsu allra á Suðurnesjum. Takk. Takk fyrir þetta. Díana Hilmarsdóttir, gjörðu svo vel. Bæjarstjóri, forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Nú hef ég notið þeirra ánægju að setja 2 síðustu fundi hjá lýðheilsuráði og þeir hafa verið mjög góðir. Þetta er mjög góða vettvangur til að taka umræðu heilsu bæjarbúa, lífsgæði, virkni og líðan, bæði andlega og líkamlega, sem og aðgerðir bæði fyrirbyggjandi og hvað maður að segja svona viðhaldsaðgerðir eins og að hjóla á göngustöði hér í bæ og heilsueflingu vinnustaða og fleira. Og við erum með alveg ótrúlega kraftmikið lýðheilsufulltrúa, hana Ásdísi Rögnu sem er hafsjóra fróðleik, reynslu og hugmyndum okkur bæjarbúum til hags. Heilsuefling vinnustaða, við ræddum heilsueflingu vinnustöðum, bæði hjá stofnunum og fyrirtækjum í Reykjanesbæ. Og mín skoðun er að Reykjanesbær sem stærsti vinnustaður bæjarfélagsins eigi að vera svolítið leiðandi þar og heilsuefling á ekki að vera íþykjandi, hún á að vera áhugaverð og skemmtileg. Hún er fyrirbyggjandi til dæmis fyrir heilsubrest sem getur leitt til langvinna veikinda og ráðið óskaði eftir því að lýðheilsufulltrúi héldi áfram að vinna að heilsueflandi vinnustöðum og stofnunum og myndi kanna möguleika á því að fara af stað með heilsueflandi vinnustað í samstarfi við sviðsstjóra fræðslusviðs. Og eins og bæjarfulltrúi Anna Sigríður kom inn á þá samkvæmt lýðheilsuvísum fyrir Suðurnes þá eru fleiri fullorðnir hér sem að stunda enga rösklega hreyfingu og við í ráðinu vorum allar sammála að áherslu þyrfti að leggja á auglýsingar, til dæmis vegalengdir og staðsetningu stígana okkar í sveitarfélaginu og einnig hvetja til aukinna þátttöku bæjarbúa í heilsutengdum viðburðum, svo sem lífslaupinu í febrúar og hreyfivikunni í maí. Og við megum ekki gleyma því að við fullorðna fólki erum fyrirmynd yngri kynslóðarinnar og hreyfing og heilsuefling á ekki að vera eitthvað átak eða eitthvað íþyngjandi eins og ég kom inn á áðan, heldur eitthvað sem allir geta gert og vilja gera. Og liður 4 heilsueflandi viðburðir 2022, það var farið yfir hugmyndir að heilsueflandi viðburðum fyrir komandi ár og ákveðið að hafa einn heilsueflandi viðburð í hverju mánuði og ég get sagt ykkur það að það vantaði ekki hugmyndaflugið í þennan hóp. Og það mun birtast á vefnum visitreykjanesbær.is undir viðbragðsdagatali sem á fleiri stöðum og ég hvet ykkur til þess að fylgjast með. Takk. Takk fyrir þetta. Það hafa ekki fleiri kvassi ljós undir lið nr. 7. Þeir sem samþykkt geta fundargerð lýðheilsuráðs frá 23. nóvember eru beðin geðmerki. Hún er samþykkt 11:0 og þá er komið að síðasta lið þessa fundar sem að er seinni umræða fjárhagsáætlun 2022-2025. Bæjarstjóri, gjörðu svo vel. Já, forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Hér er lögð fram til annarar umræðu til að fjárheimildum næsta árs 2022 og 3 ára áætlun 2023, 4 og 5. Og við vorum með þessa áætlun á fundi bæjarstjórnar þann 2. nóvember síðastliðinn.
Þá voru lögð fram til fyrri umræðu, en síðan þá hafa verið gerðar allnokkrar breytingar á áætluninni sem að ég ætla að fara hérna aðeins yfir til glöggunar. Ég veit að bæjarfulltrúar eru vel inn í þessu málum, en kannski bara frekar fyrir þá sem að kunna vera fylgjast með og horfa. Að eins og bæjarfulltrúar kannski muna, að þá var verið að þá var í fyrri umræðu, þá var gert ráð fyrir að halli á A-hluta bæjarins yrði 991 milljón rúm, og á samstæðinu voru við með halla upp á 294 milljónir, en eftir þær breytingar sem gerðar hafa verið núna, þá er hallin all nokkru minni, hann er 650 milljónir á A-hluta og 46 eða rétt tæpa 47 milljónir í samstæðinni. Þannig að þetta hefur heldur skána hjá okkur á milli umræðna, og það sem að ég vil taka fram í því er að þann 18. nóvember að þá var lögð fram tillaga og endurskoðun á tekjum sveitarfélagsins. Við tókum fjárhagsáætlunina til meðferðar í bæjarráði alla fundi á milli umræðna, og sem voru 5 held ég, færi rétt með, og við hækkuðum tekjur þegar við sáum svona betur inn í hvernig þetta ár var að þróast, og þá gátum við kannski spáð aðeins betur fyrir hvað muni gerast á næsta ári, og tekjuramminn var hækkaður 523,8 milljónir, og þær 523,8 milljónir fóru nú ekki sem betur fyrir allar út í auknum útgjöldum, og það er nú það sem útskýrir heldur skárri stöðu. En þennan sama dag 18. nóvember þá voru tekna fyrir fjárhagsáætlanir sameiginlega rekinna stofnana, Brunavarna Suðurnesja, sem að hækkaði rammanum upp á 17 milljónir, Samband sveitarfélaga á Suðurnesjum sem að hækkaði rammanum upp á 16,7 milljónir, og Heilbrigðiseftirlit Suðurnesja sem hækkaði útgjöld 3,6 milljónir eða 3,7 milljónir. Viku síðar, þann 25.11. þá kom fjárhagsáætlun almannavarna Suðurnesja utan Grindavíkur, og okkar hlutur, þetta er allt saman hlutur Reykjanesbæjar sem ég er að tala hér, var 2,5 milljón í þeim rekstri, og þessar áætlanir sameiginlega rekinna stofnana höfðu því miður ekki borist tímalega til þess að hægt var að taka þær inn í fyrir umræðu, og það er eitthvað sem við þurfum að skoða í þessum rekstri sameiginlega rekinna stofnana, að við séum fyrir á ferðinu með áætlanir þar. Nú þann 25. nóvember þá var samþykkt í bæjarráði hækkun og útgjaldaramma velferðarsviðs vegna liðveislu upp á 10 milljónir, vegna sérstaks húsnæðisstuðnings 8 milljónir og vegna skjólsins 15 milljónir. En skjóli er eftirskólaúrræði sem er starfrækt í 88 eða í Fjörheimum 88 húsinu við Hafnargötu 88. Á sama fundi hann 25. nóvember þá var samþykkt hækkun útgjaldaramma fræðslusviðs vegna niðurgreiðslu á daggæslu 17 milljónir sem að formaður bæjarráðs fór hér yfir áðan, og hækkun útgjaldaramma íþrótt- og tómstundasviðs vegna hvatagreiðsluna sem hækkuð úr 40-45.000 sem að þýddi samtals 8 milljón króna hækkun á rammanum, og vegna verkefna ungmennaráðs fjárveiting til ungmennaráðs upp á 5 milljónir króna. Á sama fundi 25. nóvember þá var samþykkt tillaga að breytingu á ramma fyrir bæjarráð vegna skrifstofu stjórnsýslu sem að þar sem við vistum ritun sögu Keflavíkur frá 1949 til 1994 upp á 4,8 milljónir, og það verkefni er að öðru leyti í ferli og stefnt að því að klára núna á vormánuðum. Og 25. nóvember þá var líka samþykkt tillaga að breytingu á ramma til hækkunar 6 milljónir króna til súlunar vegna markaðsmála sem að formaður bæjarráðs og stjórnar súlunar fór hér yfir áðan. Og þann 2. desember síðastliðinn þá var samþykkt hækkun á útgjaldaramma velferðarsviðs vegna tilsjónar upp á 10,7 milljónir sem bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir minntist hér á áðan,
vegna verkefnis heilsuefling 65+ upp á 11,8 milljónir og vegna verkefnisins Allir með 6,5 milljón og síðan var hækkun vegna beingreiðslusamnings í málefnum fatlaðra. Beingreiðslusamningur er undanfari NPA-samninga á næsta ári upp á 40 milljónir króna. Þessar breytingar samtals leiða til betri niðurstöðu en gert var ráð fyrir við framlagningu við fyrri umræðu þann 2. nóvember síðastliðinn sem nemur 391 milljón króna minni halla á rekstri A-hluta bæjarsjóðs. Nú er sem sagt gert ráð fyrir halla sem nemur 650 milljónum í stað 991 milljón og til jákvæðrar rekstrarniðurstöðu í samstæðu á B-hluta upp á 46,8 milljónir í plús á árinu 2022 í stað áður halla upp á 294 milljónir. Ég ætla ekki, ágætu bæjarfulltrúar, að fara yfir fjárhagsáætlunina að öðru leyti. Forsendur eru nær þær sömu, þið eru búin að fá þessi gögn öll til ykkar. Við langar samt að bara aðeins að byrja á A-hlutanum sem er á blaðsíðu 9. Þar eru tekjur á næsta ári áætlaðar 18,5 milljarðar, útgjöld 17,7 milljarðar, þannig að rekstrarniðurstaða fyrir afskriftir eru 785 milljónir. Rekstrarniðurstaða án fjármunatekna og fjármagnsgjalda að teknu þá tilliti til afskrifta eru 29 milljónir og að teknu tilliti til fjármunatekna og fjármagnsgjalda og þá erum við að tala 650 milljónir í halla á A-hluta. Í efnahagsreikningnum þá kannski helsta breytingi svo að þar kemur inn núna á þessu ári og náttúrulega lifir svo áfram þessi breyting sem gerð hefur verið á eignum sem áður voru í eignarhaldsfélaginu fasteign og þá minnkar liður sem heitir leigðareignir á milli ársins 2020 og 2021 og það lifir svo inn í árið 2022 og framvegis sem hækkun á liðinu fasteignir og lóðir. Í efnahagsreikningi áfram á blaðsíðu 11 vil ég vekja athygli á að skuldir við lánastofnanir og aðra langtímaskuldir þær hækkuðu á milli áranna 2020 og 2021 verulega eða úr 8,2 milljörðum upp í 12 milljarða. Af þessari sömu ástæðu við vorum að taka lán til þess að greiða upp leiguskuldbindingar og tóku svo félagið yfir til okkar og eins og bæjarfulltrúi munna þá tóku við 3 milljarða í lok árs 2020 og svo 4,7 milljarða í byrjun árs 2021. Nú í samstæðunni þá rétt að vekja athygli á því að áætlunin breytist eins og áður kom fram hér hjá mér í máli mínu að niðurstaðan gerir núna ráð fyrir jákvæðri niðurstöðu í samstæðu upp á 46 milljónir, 46,8 en síðan fer þetta hratt batnandi 2023, 4 og 5 og verður ánægilegt að sjá hvort að sú þróun gangi eftir eins og við spáum og það í sjálfu sér ekkert sérstakt sem að ég vil ræða í efnahagnum þar en þið spyrjið þá fjármálastjóri hér með í salnum þannig að við erum til svara en það þó gaman að benda á það að skuldir og skuldbindingar samtals hafa heldur lækkað úr 48 milljörðum árið 2020 niður í áætlaða 46,5 milljarða 2022 þannig að þetta ánægjuleg þróun. Nú en virðulegur forseti, ég ætla að fá að halda hér aðeins áfram því að eins og við vitum að þá eru margir óvissu þættir í þessari áætlun og bara í okkar umhverfi og ég ætla að leyfa mér að nefna hérna nokkra af þeim. Alls ekki tæmandi og alls ekki allir og sennilega að mati einhverja þá vantar hér eitthvað inn í. En ég vil fyrst nefna
kjarasamninga sem á eftir að gera við einhverja hópa opinbera starfsmanna, meðal annars kennara í grunn- og leikskólum, og við vitum ekki hvernig þeir enda. Það er búið að semja við marga hópa en ekki alla. Við vitum ekki hvernig þeir líti út eða hvaða áhrif þeir munu hafa. Við vitum heldur ekki hvernig kórónuveiran mun þróast og hvaða áhrif hún mun hafa á atvinnustig hér á okkar svæði á næsta ári. Við vitum ekki hvað gerist með blessa eldgosið, þó að það sé svona einhverju leyti búið að lækka stig þar og menn eru svona vonast til að geta sagt að þetta sé búið, að þá veitum við það ekki, og það er búið að spá fleiri gosum og þetta getur allt hrokkið í gang aftur, þannig að það er mikil óvissa í því. Mjög mikil óvissa ríkir því miður ennþá Myllubakkaskóla hvað kemur út úr skýrslunni. Við erum byrjað að fá gögn en ekki búin að fá allt frá verkfræðistofunni Eflu sem er að skoða þetta, og eins og ég gat áðan að þá er fjölgun íbúa í skólahverfi Myllubakkaskóla væntanlega líka, þannig að við þurfum að skoða það vel hvernig nákvæmlega við nálgumst það verkefni. Það er líka óvissa í Helguvík með annars vegar Kísilver Stakksberg og þær eignir sem þar eru, hvað verður þær, og einnig Kerskála Norðuráls Helguvíkur EHF sem hefur verið lýst gjaldþrota og er núna til meðferðar hjá skiptastjóra. Nú þá er Suðurnesjalína 2 virðist vera sagan endalausa, vitum ekki hvort eða hvernig því verkefni reiðir af á næsta ári, og það er líka óvissa með hvort og hvað gerist varðandi Ráðhúsið og endurbygging, mögulega endurbygging á Ráðhúsins og Tjarnargötu 12. Nú helstu áherslur sem að hafa komið fram hjá sviðsstjórum og í þessari vinnu, ég ætla bara að nefna örfáar. Það er í fyrsta lagi Stapaskóli, annar áfangi, íþróttahús og sundlaug, og í framhaldi hönnun þriðja áfanga Stapaskóla sem er leikskólastigið eða fyrir yngstu nemendur skólans. Þá erum við að gera ráð fyrir að hefja framkvæmdir við nýjan 6 deilda leikskóla í Hlíðahverfi í samvinnu við Byggingafélag Gylfa og Gunnars bygg, og þar er gert ráð fyrir börnum frá 12 mánaða aldri. Nú aðgerðaáætlun umhverfis- og loftslagsmálum, hún fer að líta dagsins ljós, er í smíðum hjá sjálfbærnifulltrúa og fleirum, og við munum kynna það vel þegar þar að kemur. Nú eins og hér er komið fram, þá er unnið að uppbyggingu fjölbreyttra markaðs- og atvinnutækifæra núna og við höldum því áfram á næsta ári. Við ætlum að endurnýja gestastofu Reykjanes Geopark í Dús safnahúsum. Við ætlum að halda áfram í samvinnu við fleiri sveitarfélög að vinna að auka stafræna þjónustu og skilvirkni í henni, og við ætlum líka að vinna áfram með sveitarfélögum hér á Suðurnesjum og fyrirtækjum eins og Isavia og Katego innleiðingu heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna og hringrásarhagkerfisins í gegnum það sem kallað hefur verið Suðurnesjavettvangurinn, og svo aftur Myllubakkaskóli verður áhersluverkefni hjá okkur á næsta ári að koma honum í lag þegar við vitum hversu mikið þarf að gera. Nú að lokum þá er rétt að nefna hérna örfá verkefni sem eru á teikniborðinu núna í samvinnu við ríkið. Það er þá skipulagssamkeppni Katego, Isavia og í samvinnu við Suðurnesjabæ og náttúrulega Reykjanesbæ nærsvæði Keflavíkurflugvallar sem við fengum ágæta kynning á því verkefni hér á fimmtudaginn í þessu húsi, og það heldur áfram og fer lengra á næsta ári. Það er verkefni í samvinnu við ríkið sem snýr að nýju hjúkrunarheimili og það er verkefni komið að stað, hönnuninn á því er komin á flegi ferð. Bæði búið að semja við arkitekta og verkfræðistofur til þess að hefja þá vinnu, og þá er ný heilsugæslustöð vonandi að líta dagsins ljós, eða það verkefni að komast á alvöru rekspöl núna, en það var kallað inn aftur af framkvæmdasýslunni vegna þess að þurfti að gera breytingar á þeirri forskrift sem búið var að leggja fram, og svo er mögulegt verkefni ef af því verður að fara í byggingu öryggisvistunar eða gæslu á einhverjum stað sem að sátt ríkir ef að til þess kemur. Nú, virðulegur forseti, ég ætla ekki að hafa þessa ræðu svo sem lengri núna.
en legg fjárhagsáætlunina hérna fram. Við erum tilbúin, ég og fjármálastjóri, að svara hér spurningum ef einhverjar eru og vil nota þetta tækifæri og þakka fjármálastjóra og starfsmönnum Reykjanesbæjar fyrir góða vinnu við þessa fjárhagsáætlunargerð í snúnu umhverfi og bæjarfulltrúum ekki síst fyrir gott samstarf líka. Takk. Takk fyrir þetta bæjarstjóri. Orðið er laust. Guðný Birna, gerðu svo vel. Kæri forseti, bæjarfulltrúar, bæjarstjóri og gestir. Ég vil bara þakka fyrir mjög góða yfirferð bæjarstjóra á miklu betri fjárhagsáætlun en ég gerði ráð fyrir og við höfum verið með í maganum núna í langan tíma. Mér finnst alveg frábær verkefni sem við tókum í lokin eins og að skjólið geti starfað allt árið. Við höfum miklu og góða reynslu af starfsemi þessa tómstunda og frístundaúrræðis fyrir börn í sveitarfélaginu okkar og verður þetta algjör bylting að skjólið verður starfrækt allt árið og fagna ég því innilega. Mér langar líka að sérstaklega koma inn á fjárheimild til ungmennaráðs. Nú var ég ekki á ungmennaráðsfundinum síðast þar sem ég var stödd erlendis og skildist að það hafi verið hörkufundur og mikið kom fram á því og auðvitað eigum við að styrkja ráði til að stýra sínum fjármunum að hluta til sjálfir. Og ég held að þetta sé bara ofboðslega góð viðbót í ungmennaráðið, þannig að þetta er alveg veglegur styrkur til þeirra og ber að fagna því. Hvatagreiðslur, þegar við vorum fyrst að horfa í þessa áætlun sem að gera ráð fyrir milljarð í mínus, þá fékk maður í magann yfir hvatagreiðslunum sem við höfum hækkað 5.000 krónur núna á hverju einasta ári síðan 2014-15 ef ég man rétt. Þannig að við erum enn á ný að hækka hvatagreiðslunar milli ára í hag barna í sveitarfélaginu okkar fyrir íþróttir og tómstundir og þetta er ómetanlegt að börn geti stundað sína íþrótt eða frístund, þannig að þetta eru virkilega gleðifréttir. Janusarverkefni heldur áfram, allir með verkefni heldur áfram sem hefur gefið góða raun í svo kallega inclusion hjá börnum í sveitarfélaginu okkar og tilsjón verður tekið inn með tæpar 11 milljónir. Þetta eru gríðarlega fagnaðar fréttir og að við endum í pínulitlum plús en það er alveg þess verið að fagna í þessu ástandi og árferði sem við erum í dag og er ég bara alveg ótrúlega þakklátt. Við erum að sjá í öðrum sveitarfélögum ekki eins góða útkomu. Þannig að þetta er eitthvað sem við megum vera virkilega þakklátt fyrir og vonum bara að næsta ár verði COVID-frítt ár og allir fara til Ameríku og flytja til okkar og fara að vinna og draumsýn okkar rætist um betri tíma. Það er nú heldur betur komið tími til þess. Þannig að ég er bara innlægt þakklátt og vil þakka fjármálastjórunum okkar og bæjarstjórunum og bæjarráði og öllu starfsfólki Reykjanesbæjar fyrir að leggjast á eitt með þessa áætlun og bara gæti ekki verið mikið glaðari. Takk. Orðið er laust. Margrét Sandnes. Forseti, bæjarfulltrúar, góðir gestir. Já, það er að koma kosningar. Af hverju segi ég það hér? Vegna þess að það skiptir máli greinilega og kannski bara eðlilega, eða svo er mér sagt að þannig virki pólitíkin, að síðasta fjárhagsáætlun fyrir kosningar er að sýna ansi góða afkomu og það tókst að sýna áætlun sem er á nulli eða örlítið í plús, tæplega 50 milljónum.
Það sem að er sérstakt fyrir okkur í minnihlutanum er, og ég vil þakka Guðnýju bæjarfulltrúa fyrir góða ræðu og tek heilsuðan undir margt sem hún sagði, en hún sagði nefnilega eitt sem að við erum búin að ræða svo mikið. Hún sagði að í fyrri umræðu, eða það sem við óttuðumst öll og rættum mikið aftur og aftur og aftur, að við myndum enda með milljarð í mínus. Neyðarfundur með fræðsluráði og velferðaráði, þar sem að farið með niðurskurðarhnífinn og við vorum blóðu upp á öxlum. Leiðrétting á tekjuáætlun, þar sem tekju voru hækkar í kringum 500 milljónir. Og það sem að mér bara tekst ómögulega að skilja, að ef að við vorum með milljarð í tap, bætum við tekjur 500 milljónir, jú, skárum allt og lítið, við vissum það, við sáum að við vorum ennþá í gríðarlegu mínus. Svo þegar við fáum gögnin, þá, búm, við erum komin í plús. Og skrítið að fá ekki með þeirri skýringar á því. Og í millitíðinni vorum við á fundi í bæjaráði, þar sem meira að segja bæjarfulltrúi Margrét Þórarinsdóttir nefndi hvort að það væri ekki í lagi að bæta meira á velferðarsviðið og vera þá bara með þennan milljarð í mínus áfram, af því að það væru sérstakar aðstæður og alltaf vorum við að tala um hennar milljarð. En eftir niðurskurð og annað þá lagaðist það. En ég bara skil ekki hvaðan komu peningarnir. Mér finnst þetta bara frábært. Og ég vona þegar að Sjálfstæðisflokkurinn verður næst í meirihluta að það komi bara svona peningar bara svona á milli umræðina. Ég átta mig ekki á þessu. Og ég er ekki einu svona skjóta á neitt, ég bara segi, þetta er óþægilegt að vinna svona. Við erum blóðu upp á öxlum að skera niður, hræðum lífstóruna úr starfsfólki og stjórnendum, en svo kemur niðurstaðan sem að við fagnum að sjálfsögðu. Annað sem að við viljum nefna það er fjárfestingar 2022 tillaga sem er ansi ruglingsleg, svo ekki sem meira sagt. Þar er áætlað kostnað tilbúið ekki, svo kemur hérna bara heila litakorti, rautt, blátt, eitthvað og svo grænt. Og þetta þýðir ýmislegt, en skýringin við græna litin er verk í gangi. Þannig að við erum ekki alveg átt okkur á hvað er blátt og hvað er rautt, en allt í lagi. Þetta er allavega fallegt. En fjárfestingar eru, sem sagt, þú var verið að tala um í kringu 500 milljónir, 580 milljónir. En það sem er athyglisvert er að við vorum að vinna með það sem átti að vera tilbúið til framkvæmda. Þar vorum við að vinna með, ég held að við höfum verið að tala bara um 800 milljónir. Og það var skorið að sjálfsögðu eitthvað niður og við vissum það. En það sem er sorglegt er að það eru þarna atriði sem að við bara rættum í sjálfum sér og höfum áhyggjur af, en þetta er sett í einhverja púlíu, einhverja 30 milljónir sem að eiga að dekka nýja stúku, hönnun á nýrri búningsaðstöðu fyrir nýjaryggingana, endurbætur á stúku Keflvíkinga og stækkun á vakturni, bráðabirgðaðstöðu GES og svona, en við vitum 30 milljónirna duga skammt. Þannig að þetta er svona, við telum þetta sé frekar óraunhæft. Það er mikið frá umhverfis- og skipulagssviði sem er þarna inni og það var samt skorið niður úr 525 í 250, við skiljum þetta rétt, við erum búin að líka dálítið yfir þessu og sumt að þessi styrktækt og annað ekki. En
þetta hjal mitt hér, þessi ormin hér, má kannski skilja það að allt sé ómögulegt og það er það ekki. Það er margt gott og við viljum sérstaklega bara þakka meirihlutanum fyrir að reyna eða gera að vinna með minnihlutanum af margvíslegum málum, taka tillit til margra hugmynda, taka tillit til ábendinga og að mörgu leyti var það árangursríkt. En ég held að meirihluti myndi jafnvel skrifa undir það líka, það er ákveðin ruglingur þarna varðandi þessa milljarð og ekki milljarð. En við erum hérna með bókun sameiginlega minnihlutin og með leyfi forseta, sem er einhvers staðar annars staðar, að með leyfi forseta þá langar mig til að lesa þessa bókun. Og hún hljómar svona: Sjálfstæðismenn, Miðflokkur og frjálst afl þakka fyrir þá góðu samvinnu sem einkenndi vinnu við fjárhagsáætlun þá sem nú er lögð fram. Allir bæjarfulltrúar hafa tekið virkan þátt í áætlanagerðinni og skoðanaskipti hafa verið opin og hreinskipt. Sérstaklega ber að þakka þrotlausa vinnu starfsfólk Reykjanesbæjar við erfiðar aðstæður. Ekki var tekið tillit til allra athugasemda minnihlutans, að sjálfsögðu, en þó var brugðist við mörgum ábendingum og aðfinnslum. Áhyggjur okkar snúa fyrst og fremst að fyrir sjáanlegum, ég er í kapp hérna við forseta, ég vona að þið heyrið alveg í mér, ég ætla að halda áfram hérna. Áhyggjur okkar snúa fyrst og fremst að fyrir sjáanlegum fjárfestingum sem ekki eru að fullu gert ráð fyrir í áætluninni, bæði vegna óvissu og óljósra markmiða ráðhúsið. Og í fyrsta lagi, fjárfestingaáætlun er enn gert ráð fyrir 600 milljónum í endurbætur í ráðhúsi. Enn er óljóst hvernig endaleg niðurstaða verður, en þar sem ráðhúsi er í eigu tengds félags þarf að gera ráð fyrir hærri leigu vegna hugsanlegra framkvæmda. Í öðru lagi, ennþá er verið að samþykkja fleiri ráðningar starfsfólks þó þessi geti í forsendu fjárhagsáætlunar að engin fjölgun verði á starfsfólki. Í þriðja lagi, mikið hefur verið lagt upp úr lækkun skattshlutfalls á fasteignaskatti á íbúðarhúsnæði, en vegna hækkunar fasteignamats mun tekjuhækkunin nema 4,8%. Ýmsar aðrar athugasemdir höfum við þegar gert við gerð fjárhagsáætlunar sem hafa verið leiðréttar og aðrar sem hafa mætt andstöðu. En eftir situr ofangreint sem við teljum vera lykilatriði. Við munum því sitja hjá og undir þetta rita Margrét Sanders, Sjálfstæðisflokkur, Baldur Guðmundsson, Sjálfstæðisflokkur, Anna Sigríður Jóhannesdóttir, Sjálfstæðisflokkur, Margrét Þórarinsdóttir, Miðflokkur og Gunnar Þórarinsson, frjálst afl. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Orðið laust. Friðjón Einarsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, fyrirgefið þetta. Mér langar aðeins að fara við nokkur atriði stutt og laggótt í þessari fjárhagsáætlun og kannski byrja á jákvæðu hlutunum í þessu. Það er sterk staða Reykjanesbæjar.
alla tölu hjá Reykjanesbæ sem er þegar reikningurinn áætlun er skoðuð sína ótrúlega viðsnúning á fjárhagslegum styrk sveitarfélagsins með undanfarin ár. Að koma út úr COVID 2 ár í röð og geta lagt fram svona fjárhagsáætlun í öllum samanburði við öll stærstu sveitarfélög í Íslandi, þá er það bara eitt stórt hrós. Það nægir að skoða höfuðborgarsvæðið, Akureyri og í samanburði hvernig við gengið upp í okkur með 26% atvinnuleysi á tímabilinu og núna 10%, þá hljóta allir að sjá að þetta er ótrúlega góð niðurstaða. Það fer ekki á milli mála. Allar kennitölur í þessu eru jákvæðar og ég skil að það er erfitt að bekynna það að þetta sé svona sterkt, en svona er þetta bara. Töluna ljúga ekki. Skuldirnar eru að lækka og hverju ári hafa skuldirnar lækka hjá okkur, skuldir og skuldbindingar. Eigið fé er gríðarlega sterkt og hækkar verulega enn á ný. Eigið fé Reykjanesbæjar hefur aldrei verið svona mikið áður og aldrei verið svona sterkt. Það er alveg sama í hvaða kennitölu menn vilja leita, en með skoðum reikninga langt aftur og bak, þá hefur eigið fé sveitarfélagsins aldrei verið svona sterkt. Og handbært fé hefur aldrei verið sterkara en á síðustu árum, og bara til að geta þess að alla framkvæmdir á undanfarið hafa alla verið gerðar án þess að taka lán og eigið fé hefur staðið undir þeim. Handbært fé hefur staðið undir því. Sem sýnir bara hvað reksturinn er orðin heilbrigður hjá okkur. Bara þess að geta ekki gert ráð fyrir að taka eitt einasta lán, nýtt lán, til framkvæmda fyrir árið 2024, og ef þetta gengur eins og við erum að vonast til, þá þarf ekki einu sinni að gera það árið 2024. Og bendi mér einhver á stórt sveitafélag sem getur gert þetta. Bendi mér einhver á stórt sveitafélag sem hefur gert þetta, sem hefur lent í þvílíku vandræðum eins og við höfum gert í þessu ágæta COVID-i. Allar kennitölur eru svona til fyrirmyndar og það kemur á óvart að menn skulu ekki vilja standa með þessari fjárhagsáætlun eftir alla samvinna sem við erum búin að eiga síðustu 6 mánuði. Það hefur verið mjög ánægilegt, eins og gerðist, sérstaklega á síðasta kjörtímabili, að minnihlutin og meirihluti stóðu saman að fjárhagsáætlunin gerð. Vegna þess að menn unnu þetta saman og tóku saman ákvarðanir, tóku inn hluti saman, þó varum ekki sammála á öllum sviðum, þá unnu við saman í þessari fjárhagsáætlun. Og standi ekki með okkur þegar í endan, mér finnst það dálítið leitt. Ég ætla ekki að skammast yfir í, en mér finnst það dálítið leitt. Ég hefði gjarnan viljað að við geta verið saman. Aðeins varðandi athugasemdir bæjarfulltrúa oddvita Sjálfstæðisflokksins, þá vil ég nefna nokkur atriði. Fyrsta lagi vorum við að vinna með A-hlutann í öllum okkar áætlunum og til að leiðrétta þann misskilningar að allt í einu dettin einhverja tölur, þá er það vegna þess að hagnaður í A sameinuðu hluta, A og B, kom til sem breytti þessu milljarði niður í lægri tölu. Það er það sem gerðist. Þetta er allt að lesa í gegnum tölunar hjá okkur. Annars vegar, 30 milljónir er pottur til að fara í nokkur verkefni, ekki að þetta sé allt og lágt, að því við ætlum ekki að eyða meiru, og þó ekki að laga stúkunni í Keflavík, þá ekki að laga stúkunni í Njarðvík, það á að setja einhver stæði við Gervigrasvöllin. Það er það sem á að gera, það er það sem var rætt og það hefur einhver farið á milli hluta hjá oddvitanum. Turnin er sennilega verið ekki farið í hann, en það mun ekki fara meira en 30 milljónir í þetta verkefni. Og það er enginn að fara að laga stúkunni í Keflavík eða Njarðvík, svo það sé algjörlega á hreinu. Fjárfestingar finnst mér mjög fyndið að bæjarfulltrúar skuli fara hérna upp og tala 600 milljónir króna fjárfestingu í Tjarnargötu 12. Það hefur engin ákvörðun verið tekin í þessari fjárhagsáætlun Tjarnargötu 12. Ég ætla bara að minna ykkur á það. Hvorki í stjórn Tjarnargötu 12 eða í bæjarstjórn. Ekki 1 króna hefur verið lögð til. Það er aftur á móti í umræðinni að við þurfum að gera og þurfum að gera vegna vinnuverndar aðstæðum og fleiru að við þurfum að gera eitthvað þar. Sú ákvörðun er ekki verið tekin. Hún verið tekin í stjórn Tjarnargötu 12 og vonandi muni ég leggja fljótlega fram einhverja tillögu það efni, en hún er ekki að fjárhagsáætlun Reykjanesbæjar. Það er ekki verið samþykkt í þessari áætlun að við sem að fara í 600 milljónir króna framkvæmd. Bara að það sé alveg á hreinu. Það hefur ekki verið. Það var aftur á móti tillögum að fjárfestingum á árinu að það yrði að myndi kosta 600 milljónir að fara í það. En við erum ekki þar.
og nýjastu tölur þessa stóra áætlun sem var 600 komin í 900. Við erum ekki múin að taka það ákvörðun. Bara það sé haft alveg á hreinu að þetta er eitthvað miskilningur að menn haldi það síðan í fjárfestingarstefnunni okkar. Fasteignagjöldin hjá okkur hafa lækkað stuðullinn, fasteignaskatturinn afsakið, takk herra forseti, hefur lækkað verulega á undanförnum árum úr 1,52 í 1,30. Við lofum því fyrst á síðasta kjörtímabili að lækka stuðullinn leið og við gætum gert það. Við þurftum hann var haldið háum 1,52 en svo hann ennþá í mörgum sveitarfélögum og ástæðan einfaldlega svo að fasteignaverð út á landi og hérna hjá okkur mun læra heldur en gengur að gerast á höfuðborgarsvæðinu. Það getur alveg mun upp í 30%. Þannig að menn horfa á fasteignastuðulinn og sjá fyrir sér og hvart yfir því okkur stuðullinn svona lágur í Reykjavík sem lægstur. Það er náttúrulega vegna þess að tveimur ástæðum og það á við öll höfuðborgarsvæði. Það er annars vegar það að menn selja lóðir. Það munar alltaf 150.000 á hvern byggðan fermetra í Reykjavík, Kópavogi, Mosfellsbæ, Hafnarfirði, Seltjarnarnesi og Garðabæ að byggja hús. Vegna þess að þeir selja lóðirnar. Þeir selja lóðin til einstaklinga. Þess vegna það er eina ástæðanum sem lítið hátt, eða fer ekki hátt, að það er dýrar að byggja öllum þessum stöðum. Það höfum við aldrei gert í Reykjanesbæ. Við leggjum ekkert innviðagjald eða aukagjald þegar fólk að byggja sér hús í Reykjanesbæ. Það er bara gatningargjöld. Það getur munað 15 milljónum á hvert hús. 15 milljónum. Þess vegna getur menn auðvitað lækka stuðulinn sinn eða þeir fá auka 15 milljónir í hvers skipti sem einhver ætlar að byggja hús og jafnvel meira. Stuðullinn hefur lækkað verulega vegna þess að það er eina leiðin fyrir okkur að berjast gegn hækkandi fasteignamati. Og það er alltaf verið að tala um þetta, við séum ekki að lækka fasteignagjöld og fasteignaskatti. En við erum auðvitað að gera það þegar kemur í vasa íbúa okkar. Við vorum eina sveitarfélagið 1 af 3 í fyrra sem lækkuðum gjöld á húsnæði fyrir íbúhúsnæði og til fyrirtækja. 1 af 3 sveitarfélagum sem gera það. Í ár gerum við þetta aftur. Á næsta ári gerum við þetta aftur. Og við erum 1 af 3 af 4 sveitarfélagum sem gera þetta bæði. Hinn er ennþá með hærra hlutfall. Það er bara þannig. Og ég er stoltur af því að við skulum geta lækkað þetta smávegis vegna þess að okkur hefur gengið vel. Og það var hrósa okkur fyrir það. Fasteignamati hækkar og hækkar. En þegar við skoðum rauntekjurnar af fasteignaskattinum, þá er hann ekkert að hækka neitt í samræmi við vísitölu. Hann er bara alls ekkert að gera það. Hann er alltaf minnkandi hlutfall af heildartekjum bæjarsjóðs. Hann er minnkandi hlutfall af tekjum bæjarsjóðs á hverju ári. Þannig að það er kannski eitthvað samanburður að við hefum líka alveg getað haldið honum óbreyttum. Þannig að það hefur einhver misskilningur verið þegar menn voru að lesa það svona vel. Það er einhver misskilningur orðið í því. Ég ætla bara fyrst og fremst þakka minnihlutanum fyrir að hafa unnið vel með okkur í þessari vinnu síðustu 6 mánuði og ætla að hrósa þeim fyrir það. Það var tekist oft á og við erum búin að eiga marga fundi, vorum svartsýn í byrjun árs, svartsýn mitt sumar, en við erum farið svona aðeins að brosa út í annað þegar að fara að líða lengur árið. Vegna þess að það hefur verið tekið vel á málum, fylgt eftir gjaldahliðinni hjá okkur allan tíman eins og við vitum öll og höfum verið gert á öllu þessu kjörtímabili og tekjurnar hafa orðið meira heldur en gerum ráð fyrir. Og það er ekki einhvers kannski sem við getum þakkað okkur fyrir, en það eru allavega meiri tekjurnar sem er mjög jákvætt. Ég vil leið líka nota tækifæri að þakka öllu starfsfólki Reykjanesbæjar fyrir aðhaldisöfnum sína og vinnusemina og ekki síst það á erfiðum tímum svo COVID hafa starfsmenn Reykjanesbæjar verið til sóma á öllum sviðum. Og ekki batnaði það þegar Mikla kom í Myllubakkaskóla. Þar hafa menn tekið jákvæða hlutan og brosa út í brosa ótrúlega mikið. Ég var að segja það. Ég er búin að heimsækja þessar stofnanir, það sem þið eru í Íþróttakademíunni, í Reykjaneshöllinni, í Litla skólanum
og í Íþróttahúsinu á Sunnubraut og það er alveg með ólíkindum hvaða fólk er jákvætt og glatt. Ég verð bara að segja það. Þannig að takk þið öll fyrir þetta og sérstaklega síðan bæjarstjórinn og Regína, fjármálastjóri okkar. Þetta hefur verið erfitt ár en við sjáum til sólar og þessar niðurstöður í fyrra og í ár, væntanlega niðurstöður og þessi tillaga fjárhagsáætlun fyrir næsta ár er okkur til fyrirmyndar að komast í gegnum COVID, hugsanlega á réttum yfir núllið, er bara til fyrirmyndar og eftirtekni hjá öllum sem þekkja rekstur sveitarfélaga. Það er bara þannig, það er ekkert að fara frá því. Þetta er bara stórkostlegur árangur á starfsfólki okkar. Takk fyrir það. Valdur Guðmundsson gerir svo vel. Virðulegi forseti, góðir bæjarfulltrúar og æstir bæjarfulltrúar líka. Við erum að fara núna yfir fjárhagsáætlun, að vera að leggja hana fram og þetta er búið að vera mikil vinna, það er alveg rétt og við byrjum á því að þakka samstarfi, samvinnuna sem er bara búin að vera til fyrirmyndar. Við erum búin að taka þátt í mörgum fundum og legið yfir þessu með framkvæmdastjórinn sviðana, okkar á milli og ekkert út á þessa vinnu að setja. Og auðvitað er það þannig að við erum ekki sammála um allt og við þurfum að taka á ýmsu. En ég skil ekki alveg þessa reiði sem kom hérna fram hjá síðasta ræðumanni. Við erum ekkert að skammast og hvað þá eins og hann lagði upp með að við séum að svekkja okkur yfir því að þetta sé góður árangur. Men hvaðan kemur þetta? Hvaðan koma svona hugsanir? Þó að við tökum ekki, samþykjum ekki fjárhagsáætlunina, að við séum svekkt yfir að staðan sé góð. Var alltaf alveg hátíð hjá þessum fulltrúa þegar að staðan var slæm. Var bara mikið gleði yfir því að þegar Reykjanesbær var með slæma stöðu. Þess vegna ættum við að núna að vera ógeðslega fúl yfir að gangi vel. Komum okkur upp úr þessu. Þetta er ekki alveg sæmandi finnst mér. En það hefur verið vitnað í það margoft að síðasti minnihluti, hann var þægur. Hann samþykkti alltaf fjárhagsáætlanir. Af því að bara hann var svo góður eða eitthvað, I don't know. Lítum þar aftur af því að menn hafa svo gaman að þessum baksýnisglugga, ef við kíkjum enn aftar, þá man ég ekkert sérstaklega eftir að minnihlutin hafi alveg hlaupið upp til handa og fóta og kvittað undir alla fjárhagsáætlanir sem voru lagðar fram. Og það var ekkert endilega út af einhverju stóru málum. Það voru bara stundum eitthvað smælki eins og við erum að leggja til núna. Það var eitt og annað sem svona núansar sem við vildum laga til en var ekki samþykkt. En það er ekki bara út af því að við samþykkjum ekki fjárhagsáætlun. Það er nefnilega sýnt sig líka á þessu kjörtímabili, ef við bara förum svona aðeins, kíkjum í framsætið og verum ekki í baksýnisglugganum endalaust, að við samþykktum að með minnir fyrstu 2 fjárhagsáætlanirnar, alla fyrstu. Það þýddi það í hvers skipti sem að við vorum með einhverja athugasemdir, þá var sagt, þið samþykktu fjárhagsáætlun, þið eru búin að samþykkja þetta, af hverju þið að ræða þetta aftur? Þið eru búin að samþykkja þessa fjárhagsáætlun. Þannig að ef það þýðir að ég get ekki tjáð mig þessa fjárhagsáætlun í framhaldinu, þá náttúrulega bara þetta er bara forvörn hjá mér. Þannig að ég geti tjáð mig framhaldið. Því miður, mér finnst það hálfkjánaleg staða sem maður er komin í, en þetta er bara af reynslunni. Þá setjið þetta fram svona. Vissulega erum við að standa okkur alveg ótrúlega vel.
það er víða mjög hart hjá sveitarfélögum út um allt land. Mörg verkefnin eru þeim íþyngjandi og það er virkilega ánægulegt að við séum að koma út úr öllum þessum hremmingum sem hafa dunið á okkur síðustu áratugina, að við séum þokkalega upprétta eftir þetta og fullt af tækifærum framundan. Þannig að ég er mjög bjartsýnn þó að, og ég bara skil ekki af hverju það er svo mikill grátur yfir því að ég kvitti ekki upp á þessa fjárhagsáætlun. Ég mun ennþá mæta á fundi og taka þátt í umræðinu og leggja til alls konar hluti þó ég hef ekki kvittað upp á þessa fjárhagsáætlun. Það er fullt af skemmtilegum hlutum sem við stöndum frammi fyrir og ég sé ekkit annað en tækifæri framundan. Við losnum vonandi einhvern tímann úr klóm þessara veiru og þá er mikið litið til okkar svæðis, til atvinnutækifæra. Og við erum að halda því á lofti. Og við þurfum ekki að vera að æsa okkur gegn hvort öðru bara út af því að við kvittum ekki upp á þessa fjárhagsáætlun. Það er, þessi fjárfestingaráætlun er, þið verður, gögnin sem eru, við horfum, þessi tala horfir á okkur. Ef við opnum skjali sem heitir fjárfestingaráætlun, þá stendur Tjarnagata 600 milljónir. Ef að þetta er eitthvað bull, eða var bara einhver hugmynd, af hverju er þetta þá ennþá, eða af hverju er ekki búið að merkja þetta, eða þú veist, þetta er vinnuskjal, það er búið að draga upp einhverja nýja mynd að þessu, kannski lækka þetta hugsalega niður í 300 milljónir, en ef það bráð liggur á þessu og það þarf að gera þetta, af hverju var þetta ekki sett inn í fjárhagsáætlunina þá? Hækkun á leigu vegna Tjarnargötu 12. 600 er ekkert gripin bara því að okkur finnst það, 600 er sett inn af því að það stendur í fjárhagsáætluninni. Þannig að ég bara skil ekki af hverju vera að skamma okkur fyrir það að setja þessa tölu sem er í fjárfestingaráætlunni inn í okkar bókun. Við hefum getað sagt en það er samt búið að nefna að það gætu hugsanlega ekki alveg orðið svona mikið jafnvel ef við förum ekki í alla leið. En þetta stendur þarna samt. Við erum bara að benda á það. Ef það er bráðnauðsynlegt að gera þess aðgerðir eins og önnur verkefni sem við vorum að benda á sem að bara liggja á borðinu, blasir við okkur, af hverju var þetta ekki inn í áætluninni? Því hafið sjálf talað um það, við ætlum að áætla naumt í tekjum og rúmt í gjöldum. Svo snýst þetta allt innu við núna þegar það kemur á kosningum. Þetta eru bara punktarnir okkar. Og ég hef ekki fleiri punktar sem ég ætla að fara í og ég heyri það, ég er líka orðinn reiður. Þetta er byrst afsökun á því. Takk fyrir þetta, Baldur. Það varðið laust. Ég veit ekki hvort að bæjarfulltrúi Friðjón ætlar að fá að koma inn upp í pontu, bregðast við. Forseti, kæra þakkir. Baldur hefði nú meiri tíma að vera fúll út í mig að því að ég var fúll yfir því að þeir skyldi ekki samþykkja ársreikninginn. Ég var bara svo vongóður að við myndum standa saman að þessum ársreikningi. Það er eina sem ég var að reyna að tjá mig en því miður þá gekk það ekki eftir. Bara til að minna á þá höfum við rætt þetta í bæjarráði nokkur sinnum að við erum ekki að samþykkja 600 milljóna króna fjárfestingu í Tjarnargötu 12. Við höfum ekki gert það og í forsendum fjárhagsáætlunar kemur greinilega fram hvaða fjárfestingar á að fara í. Þar kemur í ljós, þegar menn lesa þær fjárfestingar, þá er ekki talað neitt um Tjarnargötu 12 eða neitt annað í forsendum fjárhagsáætlunar. En sko, við höfum líka rætt þetta í bæjarráði
það sem við höfum ekki samþykkt neitt og ég leiðrétti þetta hérna einu sinni áður þegar við fórum í fyrri umræðu að við værum ekki að færa 600 milljóna króna fjárfestingu, bara svo það sé haft til haldið til haga, það var þannig. Í sjálfu sér mér alveg sama þó hvað minnihlutinn þó hún vil ekki samþykkja það er allt í lagi, en ég var bara svo gladur með samstarfið að ég var að vonast þess að það yrði. En ég freka vilja eyða tímanum í að ræða þessa hluti eins og ég nefndi áðan með sterkari eignastöðu, með hækkun og eigið fé, handbært fé, framkvæmdir út frá handbæri fé, engin lántaka. Vitið að þetta er ekkert að gerast, þetta er fyrsta skipti í sögunni hjá okkur frá aldamótum erum við að fjármagna framkvæmdir fyrir handbært fé, eigið fé. Það er ekki að taka neinn lán. Þetta tíðkaðist ekkert. Það sýnir bara styrk okkar núna í dag, sameiginlegan styrk okkar allra að við skulum geta gert þetta. Og ég er svo ánægð með það, ég hélt að við myndum, en ok, það er bara þannig. Það er líka auðvitað hlutverk minnihlutans að sýna okkur núverandi meiri hluta aðhald, það er bara þannig. En að ítreka það, þetta er ekki fyrirhugað og í þessari fjárhagsáætlun, það er bara þannig. Takk fyrir. Margrét Sandís, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, góðu gestir. Þegar ég hóf mál mitt áðan, að þá ruku upp forystumenn beinna leiðar og samfylkingarinnar og fóru að ræða við fjármálastjóra og ræddu við fjármálastjóra Reykjanesbæjar. Sem er gott, fá upplýsingar, geta svarað. En vegna þess að þeir töluðu svo mikið, þá mistu þeir af hrósinu. Þeir mistu af því að við vorum að hrósa þeim. Sjálfstæðismenn, Miðflokkur og Frjálst afl þakka fyrir þá góðu samvinnu sem einkenndi vinnu við fjárhagsáætlun þá sem lögð er fram. Allir bæjarfulltrúar hafa tekið virkan þátt í áætlanagerðinni og skoðanaskipti hafa verið opin og hreinskipt. Sérstaklega ber að þakka þrotlausa vinnu starfsfólks Reykjanesbæjar við erfiðar aðstæður. Og svo að framvegis haldið áfram að þakka fyrir að það var hlustað á athugasemdir og við fengum okkar fram og svo framvegis. Þannig að allan að lágmarka að hlusta á hrósið en ekki bara að við erum að rýna til gagns og benda á hluti. Og það er að sjálfsögðu hlutverk okkar. Að sjálfsögðu. Og við höfum algjörlega verið ófeimið við það að lýsa yfir ánægju með góða stöðu, en það skal vera rétt sett fram. Og það sem að trufla mig við framsetningu meirihlutans er að þrátt fyrir að þeir geti virkilega fagnað því að tekjurnar hafa aukist mjög mikið. Eini fulltrúi meirihlutans er bæjarstjóri sem hefur verið mjög duglegur að tala um það að tekjurnar hafa hjálpað okkur, en tekjurnar hafa aukist gríðarlega. Og svo þessi svokölluðu magmabréf sem að skilaði bæjarsjóði nokkrum milljörðum. Þrátt fyrir það, ef við horfum á 2014, af því að menn vilja vera í fortíðinni og menn er að fagna svo frábæri stöðu og menn er að fagna svo frábæri lækkun á skuldum, en þetta er ekki núvirt, þannig að við skulum athuga það er auðvitað búin að vera verðbólga og við getum reiknað þetta. En ef við bara tökum árið 2014, það voru skuldir bæjarsjóðs 2014 tæplega 24 milljarðar, 23 eitthvað. Skuldir bæjarsjóðs núna eru rúmlega 31 milljarður. Skuldir bæjarsjóðs 2014 A og B hluti fyrir gefiði, það var 41 milljarður og er núna 48. Þannig að krónutalan hefur hækkað. Vantarlega hefur þetta staðið í stað, við höfum nú eftir að reikna þetta upp. En handbært fé
er mun betra og það er ekki síður að þakka svokölluðu magmabrefum sem við fengum inn og þessum gríðalegu hækkun á tekjum sem hafa orðið og að framan af þegar að bæjarfulltrúi Gunnar Þórarinsson í Frjálsu afli var í meiri hluta að þá var alveg áberandi hvað mikið aðhalds var gætt í rekstri en allar kennitölu sína að það hefur aukist og í sjálfu sér er erfitt að gagnrýna það því að það var bullandi þörf að mörgu leyti en að mörgu leyti voru við ósammála og sérstaklega mörgum ráðningum sem hafi verið framkvæmdar. En í heildina að sjálfsögðu fögnum við því að við erum að koma ágætlega út þrátt fyrir stórt tap á bæjarsjóði en hagnaði en hverju skildi málefni T12 framkvæmdum í Ráðhúsið hafa verið frestað og frestað og frestað og það kom alltaf fram að þetta hefur ekki farið fram þessi fundur. Það er náttúrulega bara frábært að vera ekki með þetta inn í bókunum núna vegna þess að þá er hægt að sýna A og B hluta koma út í hagnaði. Ef að við hefðum hækkað sem að við þurfum að gera, það verðum farið í einhverja framkvæmdir, það hefði þurft að hækka leiguna sem bærinn er að borga fyrir tjaldakvötuna og þá erum við að koma út í mínus. Skildi að vera það. Og aftur, þegar á síðasta bæjarráðsfundi, þá vorum við ekki farin að sjá síðustu gögnin. Einu fjárfestingaráætlunina sem við höfum séð settar fram fyrir við sjáum glærurnar er fjárfestingir á þessum upp á 600 milljónir. Það stendur þarna, það hefur ekki verið leiðrétt, það hefur ekkert verið nefnt við okkur annað, það er bara að engin ákvörðun hefur verið tekin og þessu fundi hefur verið frestað. Af hverju spurjum við þá í minnihlutanum, hafa menn þá ekki bara hreinlega lagt eitthvað fram og sýnt fram á hvaða hugmyndir menn eru með? Fyrst að menn voru búnir að leggja fram þessar 600 milljónir í fjárfestingaáætlun sem stendur hérna, fjárfestingar 2022, tillaga 16. nóvember 2021 og það er engin önnur tillaga að komið fram nema í glærugerðinni sem var fyrir hennar fund nokkrum dögum áður. Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ég er búinn að ákveða það að fara glaður að þessum fundi og ekki reiður. Því að þetta er vantarlega síðasta fjárhagsáætlun sem að ég fæ að koma að í störfum mínum fyrir sveitarfélagi. Og ég verð nú að segja það að ég er nú bara nokkuð sáttur við þá stöðu sem að við erum að birta hér í dag og hefum verið að vinna með núna í talsvert langan tíma. Minnugur þess að þegar að við komum að þessu borði 2014 þá vorum við ekki að upplifa nákvæmlega sömu stöðu eins og nú er. Þannig að ég held að það sé alveg hægt að klappa sér á öxlina fyrir þau verk sem sem við höfum verið að fást við þennan tíma og skoða þá stöðu sem að birtist okkur núna. Þannig að ég er bara kátur með það sem hefur verið að gerast og þokkalega sáttur við þessa áætlun sem að við erum að leggja fram. Ég hefði svo sem engan á að leggja fram áætlun sem að síði neikvæða niðurstöðu en það þarf ekki að fara langt til að skýra það hvers vegna svo er. Við erum auðvitað búin að vera sem vaxtarsvæði í langan tíma, takast á við talsvert stóra áskorun sem að fylgir sveitarfélögum sem er í þeirri stöðu. Reykjanesbær hefur verið það og Árborg hefur verið það
og þetta er auðvitað bara talsverð áskorun að glíma við slíkt, svo ekki sé nú ofan á það bætt með eitt stykki kórónuveiru. Þannig að við höfum auðvitað verið að glíma kannski við tvöfalda áskorun núna undanfarin 2 ára í það minnsta. En við erum samt bara í fjandi góðri stöðu. Minnugur þess að á síðasta fundi sambands sveitarfélaga á Suðurnesjum þá fengum við til okkar formann sambandsins sem að svona sína stöðu sveitarfélaga og við erum bara í góðum málum. Það eru mörg sveitarfélög sem eru með handbaraféð er ekki til ekki frá rekstri heldur til rekstrar. En við erum bara í góðri stöðu. Við erum með jákvætt handbært fé ár eftir ár sem að gera það auðvitað verkum eins og hér hefur verið bent á að við erum búin að vera að byggja eitt stykki Stapaskóla á þess að taka lán. Og við erum núna að fara að byggja eitt stykki íþróttahús og sundlaug án þess að taka lán. Þetta er ekki peningar sem að voru bara til þegar við tókum við, en þeir urðu til og margt hjálpaði okkur. Hlutabréfin í HS Orku sem að hér eru nefnd svokölluð magmabréf, það höfðu vissulega áhrif. Sem betur fer, fengum við þetta. Og það var aukinn ferðamannastraumur, það hafði vissulega áhrif. Þannig að það er ýmislegt sem hefur hjálpað til við að gera stöðuna betri, en það er voða auðvelt að eyða peningum og fara ekki vel með það. Við höfum verið með bæjarstjóra sem hefur haldið okkur við efnið. Ég verð nú bara að segja, ég var stundu þreyttur á honum, ég verð nú bara að segja það. Þegar hann var að sparka í mann og segja að við megum ekki eyða svona og þegar mann er langað til að gera eitthvað. En það er bara ágætt. Við erum með bæjarstjóra sem að passar upp á að hlutinni gangi eins og þeir eiga að ganga. Þannig að vera í þeirri stöðu að sveitarfélagið okkar sé að skila yfir 3 milljörðum í handbært fé. Það er bara afrek út af fyrir sig. Þannig sé þetta. Og þegar maður skoðar, ég meina við erum, að því að bæjarfulltrúi Margrét Sanders nefndi hér að skuldir væri að hækka á A-hlutunum, þá er það bara þannig að við urðum að bjarga eitt stykki Höfn sem að var orðin gjaldþrota. Hvernig gerðum við það? Við gerðum það með því að færa skuldir hafnarinnar upp í bæjarsjóð. Þannig jukum við skuldir bæjarsjóð með því að bjarga gjaldþrota Höfn. Og það slagar vel upp í þá tölur sem að bæjarfulltrúi Margrét nefndi hér áðan. Við urðum að bjarga Höfninni frá gjaldþroti af því að við bárum ábyrgð á henni. Það er kannski það sem skýrir stærsta hluta þess að skuldir A-hluta hafa aukist. Núvirtar og sem hlutfall af tekjum hafa þær lækkað mikið. Nú síðan eru auðvitað aðrir hlutir þarna sem að til framtíðar hort eru svona eitthvað sem maður þarf að horfa til. Afskriftir eru aukast sem að er náttúrulega fyrst og fremst vegna þess að sveitarfélagið er að eignast meira. Við eigum orðið fasteignar Stapaskóla sem við þurfum að fara að afskrifa. En annað sem að mér finnst líka vera eftirtektarvert og það er að sjá að vaxtagjöldin eru að fara niður og hafa verið að gera núna í talsvert langa tíma. Þannig að þau fara lækkandi sem nemur 100 milljóna og það er eitthvað sem við getum þá nýtt í annarkvort að borga upp skuldir eða veita betri þjónustu. Og þetta var auðvitað markmiðið okkar alveg strax á árinu 2014
með sókninni að reyna að breyta stöðunni þannig að við værum ekki að eyða svona stórum hluta af tekjum í vaxtagjöld. Það skiptir okkur máli og sveitarfélagi til lengri tíma að það sé búið að koma þessu þannig fyrir að vaxtagjöld er að minnka og munu halda áfram að minnka. Já, mér finnst að vera að koma út úr þessu ástandi núna sem að COVID-ið er með ekki stærri halla á bæjarsjóði finnst mér vera mjög gott. Við skulum ekki gleyma því og ég ætla bara að fá að þakka fyrrverandi ríkisstjórn fyrir það að hafa tekið svona vel við sér til þess að standa með bæði fólki og fyrirtækjum með þeim sértæku úrræðum sem að farið var í og héldu stórum hópi fólks í vinnu. Það hefur auðvitað haft áhrif á útsvarsgreiðslur til sveitarfélagsins að fólk var í vinnu. Og það hefur stutt okkur alveg eins og önnur sveitarfélög. Við reyndar vorum með margfalt meira atvinnuleysi á við önnur sveitarfélög en erum kannski bara líka í margfalt betri stöðu heldur en þau, þrátt fyrir það. Þannig að mér líður bara vel með þetta og ég get alveg skilið það að þeir sem að sitja í minnihluta í bæjarstjórn skrifa ekki upp á áætlun. Ég man ekki eftir að ég hafi nokkuð tíma skrifað upp áætlun þegar ég var oddviti á sinni tíma, kannski bara það vegna þess að ég var ósáttur við þær áætlanir sem að voru setta fram og mér upplifði það reynda ofta þannig að mér fannst eins og að væri verið að setja það fram án þess að það ætti að fara eftir þeim. En það er auðvitað bara þannig að við köllum þetta áætlun en við erum auðvitað að ramma inn hverju við ætlum að eyða á árinu. Þannig að eins og bæjarstjóri nefndi, þetta eru fjárheimildir. Við erum að búa til ramma utan það hvernig við ætlum að reka sveitarfélagi okkar árinu. Og það sem við vorum að glíma við og hér hefur verið nefnt voru auðvitað kröf eða óskir sviðstjóra þau útgjöld sem þeir vildu fara í og það er einmitt hlutverk þeirra að setja fram óskir og ábendingar það sem að getur bætt samfélagið okkar á því sviði sem þeir eru að vinna með. En síðan er það okkar að vera með skurðarhnífinn á lofti og halda utanum fjármálin eins og okkur ber. Það er okkar hlutverk. Þannig það er ekki óeðlilegt að allt það sem að sviðstjórar koma fram með hljóti framgang. Þannig að ég get ekki litið á það sem blóðan niðurskurð að allir fái ekki sínar óskir uppfylltar. En þeir eiga auðvitað að setja fram sínar óskir til þess að við höfum þá einhver úr að moða og við höfum svo sannarlega haft úr næga að moða. Og það hefur líka komið í ljós í þeirri umræðu sem við höfum verið í að okkur öllum fannst vanta ákveðna hluti sem snúa að fólkinu í samfélaginu okkar. Ég hef nú til dæmis talað fyrir hvatagreiðslum alveg frá því að ég kom í eina meiri hluta. Hér hefur verið bent á tilsjónina, það hefur verið bent á skjólið, það hefur búið að vera bent á Janusarverkefni, eitt og annað sem við erum búin að taka inn sem að mun bara koma almenningi til góða í þessari fjárhagsáætlun. Þannig að það er margt gott. Við erum ekki að setja heimsmet en við erum bara á góðum spretti. En ég ætla fyrir hönd meirihlutans að leggja fram bókun sem er svohljóðandi. Fjárhagsáætlun ársins 2022 ber þess merki
hversu mikil áhrif COVID-faraldurinn hefur haft á sveitarfélagið, samfélagið og rekstur Reykjanesbæjar, rétt eins og margra annarra sveitarfélaga. Þannig má nefna að atvinnuleysi fór í 25% á árinu og er það mesta sem mælst hefur í sögu þessa sveitarfélags. Þrátt fyrir talsverðar áskoranir framundan er fjölmargt jákvætt að finna í þessari síðustu fjárhagsáætlun kjörtímabilsins og staðan talsvert betri en fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir. Í forsendum fjárhagsáætlunar fyrir árið 2022 er gert ráð fyrir að atvinnuleysi fari minnkandi, verði 7% og að íbúafjölgun á næsta ári verði 2%. Til þess að koma til móts við hækkandi fasteignamat er álagningarstöðu fasteignaskatts í A-flokki, það er íbúða, lækkaður 0,32% í 0,30. B-flokkur verður óbreyttur í 0,32% og C-flokkur eða atvinnuhúsnæðis fer úr 1,52% í 1,50%. Gert er ráð fyrir jákvæðri afkomu á samstæðu, það er A- og B-hluta, krónur 46.884.000, en rekstur A-hluta bæjarsjóðs verði neikvæður krónur 650.692.000. Strax árið 2023 er hins vegar gert ráð fyrir jákvæðri afkomu A-hluta bæjarsjóðs, meðal annars vegna minnkandi atvinnuleysis og aukinna tekna. Þá er gert ráð fyrir að tæpum 2 milljörðum verði varið í fjárfestingar á árinu 2022 og skiptir þar mestu uppbygging íþróttamannvirkja við Stapaskóla. Til þess að framfylgja þeirri stefnu sem birtist í framtíðarsýn Reykjanesbæjar til ársins 2030 verða áherslur á komandi ári meðal annars á málefnum barna, vellíðan íbúa, vistvænu samfélagi, fjölbreytileika starfa og skilvirkri þjónustu og sem dæmi má nefna eftirfarandi. Börnin mikilvægust. Hvatagreiðslur verða hækkaðar úr 40.000 í 45.000. Daggæsla frá 18 mánaða aldri verður niðurgreidd til jafns við leikskóla. Innleiðingu barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna verður lokið. Innleiðing á þverfaglegu samstarfi í þágu snemmtækrar þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra. Framkvæmdir við 6 deilda leikskóla í Hlíðahverfi verða hafnar. Unnið verður að byggingu íþróttahús og sundlaugar við Stapaskóla. Safnafræðsla til leik- og grunnskólabarna verður efld. Vinna við að koma Mynnubakkaskóla í starfshæft ástand. Og undir vellíðan íbúa unnið verður að byggingu nýrrar heilsugæslustöðvar í samvinnu við ríkið. Unnið verður að byggingu nýs hjúkrunarheimilis í samvinnu við ríkið. Unnið verður áfram með verkefni velferðarstofa í samvinnu við félagsmálaráðuneytið og opinbera aðila á svæðinu sem miðar að því að styrkja og samþætta þjónustu á svæðinu. List á mannamáli, námskeiðahald, vildarvinna og rafræn dagskrá. Áframhaldandi innleiðing þjónandi leiðsagnar í þjónustu við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir. Og undir vistvænu samfélagi áfram verður unnið að gerð aðgerðaráætlunar í framhaldi af samþykkt nýrrar umhverfis- og loftslagsstefnu sem mun leiða okkur að þeim markmiðum sem sett eru fram í stefnunni. Áfram verður unnið að innleiðingu hringrásarhagkerfisins sem samþykkt var á árinu 2021. Áfram verður unnið að heilsustígagerð með áherslu á ásbrú. Aukinn kraftur verður settur í gróðursetningu trjáa og skógrækt en það er liður í kolefnisjöfnun sveitarfélagsins. Unnið verður með kölku að breytingum á sorphirðu og aukinni flokkun vegna nýrrar reglugerðar sem tekur gildi 1. janúar 2023. Áfram verður unnið að sameiginlegum verkefnum sem snúa að innleiðingu heimsmarkmiðana í samvinnu við sveitarfélögin á Suðurnesjum, Isavia, Katego og SSS. Komið verður upp rafhleðslustöðvum fyrir almenning,
til að styðja við orkuskipti í samgöngum. Og undir yfirskriftinni fjölbreytt störf á fyrri hluta ársins 2022 mun Reykjaneshöfn bjóða út ný framkvæmdir við Njarðvíkurhöfn sem felast í uppbyggingu skjólgarðs til varnar núverandi hafnarmannvirkjum og dýpkun innan hins nýja hafnarsvæðis. Með tilkomi þeirrar framkvæmdar mun hafnaraðstaðan í Njarðvíkurhöfn gjörbreytast til hins betra og höfnin skilgreinast sem lífhöfn. Þessi uppbygging mun jafnframt skapa tækifæri til atvinnueflingar á hafnarsvæðinu, bæði fyrir fyrirtæki sem nú þegar eru þar til staðar, sem og fyrir ný hafntengt fyrirtæki. Framkvæmdatíminn er áætlaður 2 til 3 ár með heildarkostnaði yfir milljarð króna. Áfram verður unnið að mótun atvinnuþróunarstefnu. Áfram verður unnið að mótun markaðsstefnu. Sett verður upp vefsíða fyrir fjárfesta sem hafa hug á að kaupa lóðir eða fjárfesta í sveitarfélaginu. Lokið verður við heildarendurskoðun aðalskipulags. Meginverkefnið er að bregðast við fólksfjölgun í sveitarfélaginu sem búast má við að verði framhald á með þeim auknu kröfum til allra innviða sem vaxandi sveitarfélagi fylgir. Að leiðarljósi við þá endurskoðun hefur verið haft að vöxturinn byggir á ferðaþjónustu sem einkennist af sveiflum og óvissu, einnig að vægi umhverfismála vegur æ þyngra sem gerir kröfu betri nýtingu landsins gæða. Og undir yfirskriftinni kraftur fjölbreytileikans, allir með átaksverkefnið heldur áfram með fræðslu og þjálfun í ákvæðum samskiptum. Hafist verður handa við byggingu nýrra íbúða fyrir fatlaða í samvinnu við Brynju húsjóð. Sýningarhald listasafnsins endurspegli fjölbreytileika samfélagsins. Aðgengi að dús safnahúsum verður bætt, nýtt andveri búið til og lyfta sett upp. Og undir yfirskriftinni skilvirk þjónusta, unni verður að innleiðingu stafrænna lausna í gegnum samstarfsvettvang sveitarfélagana. Íbúa lýðræði verður eflt með því að nýta samráðsvefinn betur í Reykjanesbær. Skilvirkara bókasafnskerfi verður sett upp og sjálfsafgreiðsla í bókasafninu efld. Stafrænt menningakort verður innleitt. Heimasíða Reykjanesbæjar verður endurskoðuð. Ferlar verða endurskoðaðir til að sem flest mál verði leyst í fyrstu snertingu. Áframhald verður á vinnu skipulagsfulltrúa við að sjálfvirkni væða þjónustu. Og í gegnum verkefni sveitarfélagsins verður unnið með 12 af 17 heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og stutt við innleiðingu þeirra með beinum og óbeinum hætti. Reykjanesbær stendur sterkur þrátt fyrir tímabundna erfiðleika og sveitarfélagið mun halda áfram að vaxa og eflast á komandi árum. Jákvæð teikn eru á lofti að framundan sé veruleg atvinnuuppbygging á svæðinu sem mun til lengri tíma styrkja sveitarfélagið og auka fjölbreytni atvinnulífsins. Við viljum þakka starfsmönnum Reykjanesbæjar samskiptin á árinu sem að líða og óska þeim og fjölskyldum þeirra gleðilegra jóla og farsaldar á nýju ári. Og undir þetta skrifa þau sá sem hér stendur, Guðbrandur Einarsson, Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, Díana Hilmarsdóttir, Guðný Birna Guðmundsdóttir, Styrmir Gauti Fjellsteð og Friðjón Einarsson. En eins og ég segi, ágætu bæjarfulltrúar, þá er ég bara fjarskakátur með stöðuna og maður sér á þessari lesningu, það er margt að gerast í sveitarfélaginu okkar sem að mun auðvitað bara hafa jákvæð áhrif á samfélagi allt til framtíðar. Mér sýnist ágætu bæjarfulltrúar umræðan sé komin á leiðarenda og þá er ekkert annað en að bera upp fjárhagsáætlunina fyrir árið 2022 og síðan fyrir 2023-2025.
þeir sem samþykkt geta áætlunina eru beðin að gera merki. Og hún er samþykkt með 6 atkvæðum og hinn 5 hafa boðað hjásetu, er það ekki rétt skilið hjá mér? Þá er þetta þannig að þá er það bara komið ágætu bæjarfulltrúar og það er ekki fleira á dagskrá fundarins og við munum samþykja fundargerðina rafrænt og ég segi því 621. fundi bæjarstjórnar Reykjanesbæjar slitið.